Heldur hefur hún einnig skrifað undir öðrum nöfnum, samkvæmt heimildamanni mínum, spjallmenninu GPT, gervigreindar undrinu. En það heldur því fram að Vigdís bæði höfundur, og haldið ykkur fast, Íslandsklukkunnar og Þar sem djöflegan rís. Já, og reyndar líka skáldsögunar 70 ár í ruglinu, sem ég ákaflega spennt fyrir. En að öllu gamni slepptu, þá hefur Vigdís fyrir löngu skipað sér í flokk okkar allra fremstu og virtustu höfunda. Skrif hennar bera vott stórkostlegt hugmyndaríki og djúpa innsýn í mannlegt eðli, eins og sést vel á persónum hennar. Vigdís ber líka yfir leiftrandi frásagnagáfu og hefur einstök tök á íslensku máli. Hún satt best að segja, stílgaldrakona sem spinnur töfrandi texta sem kalla einatt fram sterk tilfinningaviðbrögð hjá lesendum. Allt frá upphafi ferilsins hefur Vigdís verið óhrædd við að stinga ýmis samfélagskýli og vekja þannig lesendur sína til umhugsunar mikilvæg málefni og fá þá til að sjá þann veruleika sem þeir lifa og hrærast í á nýjan hátt. Það munið þið til dæmis sjá í nýju bókinni, Ævintýrinu, þar sem meðal annars fjallað misskiptingu valds og auðs. En þótt Vigdís skrifi gjarnan erfið og alvarleg málefni, eins og ofbeldi, vald og valdaleysi, húmorinn, írónían og hlýjan sjaldnast langt undan. Skrif Vigdísar dýrmæt gjöf til okkar lesenda og það aldeilis gaman að við fáum í dag tækifæri til að rifja þau upp saman og njóta þeirra. Á þessari samverustund ætlum við sem sagt að ferðast skáldaða heima Vigdísar með því að hlýða á upplestur úr verkum hennar og erindi þau og jafnvel skáldkonuna sjálfa. En við hefjum þessa dagskrá á spjalli Ástu Bjarkar Sveinbjörnsdóttur. Takk. Komið sæl. Ég æskuvinkona Vigdísar og til hamingju með daginn, Dísa mín. Og ég ætla að segja hérna nokkrar sögur vináttu okkar Dísu í gegnum árin. Frásögn mín hefst rétt eftir miðja síðustu öld. Hún gerist í samfélagi þar sem hinir fullorðnu frumbyggjar í tvennum skilningi. Fyrsta kynslóð sinna ættar í Reykjavík og fyrstu íbúar þess stigagangs þar sem sagan gerist að mestu leyti. Í stigaganginum bjuggu, þegar mest lét, 23 börn ásamt foreldrum sínum í 6 íbúðum en í þeirri 7. bjuggu öldruð hjón. Mæður voru heima með börn sín sem fæddust eitt af öðru, sjálfsagt þótt að banka létt á hurð áður en opnað var og gengið inn. Hvað ekki heitt kaffikönunni, var gjarnan spurt, sest niður og heimurinn grufinn. Konurnar stóðu vaktina heima allan daginn á meðan karlarnir unnu fyrir brauðinu. Í öllum þessum krakkaskara voru við Dísa í kjallaranum og Ásta á efstu hæð vinkonur, þó 1,5 ár aðskild okkur. Ég man eftir Grími, pappa Dísu, vinna í íbúðinni þeirra áður en fjölskyldan flutti inn. Ég kom til hans í eldhúsið þar sem kaffibrúsinn og mólakarið stóð á eldhúsborðinu, hann gaf mér sykurmola og ég fór glöð út fyrir dyrnar og hlakkaði til að kynnast fólkinu hans, ekki síst dótturinni sem hann sagði að væri nálagt mér í aldri. Dísa í kjallaranum og Dísa í hinum endanum, Ásta á efstu hæð og Ásta á annarri hæð. Þannig aðgreindum við okkur hver frá annarri, 2 og 2, nöfnur og vinkonur, misnánar að sjálfsögðu. Eitthvað var það sem tengdi okkur Dísu strax saman. Einhver strengur var á milli okkar sem hefur ekki slitnað. Við brölluðum margt, stukkum á milli steina sem voru á milli hússins og róluvallarins, fórum á róló, lékum okkur heima hjá hvor annari, hlustuðum á sögur foreldra okkar. Fríða, mamma Dísu, sagði sögur sem fengu hárin til að rísa á höfðinu. Svo spennandi voru þær. Ég man eftir að hafa setið í eldhúsinu hjá Fríðu, ásamt Dísu og einhverjum systkin hennar, þegar Fríða sagði okkur sögur af körlunum sem kom og tændu ruslatunnunar og einhvern magnaðan hátt gat hún látið mann engjast af hræðslu en á sama tíma verið friðlausa spenningi yfir að heyra meira. Síðan fórum við heim til mín þar sem pabbi sagði vippasögur og lék með öllum líkamannum til að koma áræði litla mannsins til skila, en Vippi var lítill skrítinn strákur,
sögupersóna sem hafði birst fyrst á síðum tímaritsins Vikunar. Ég man eftir bókahillunum hjá Fríðu og Grími, reyrðar saman með köðlum. Ég man eftir nokkrum bókum þar, en einna minnisstæðust mér bækurnar Norsk ævintýri og sagan Fyrir austan sól og vestan mána heillaði mig mest. Já, það var margt sem við brölluðum á þessum árum. Ég minnist þess að mér var strítt fyrir að vera með útstæð augu. Krakkarnir kölluðu Ásta með kýraugun, en þá birtist Dísa með nefan á lofti og öskraði Þegið þú, vittleysingur með ísu augun, þér hesta tala augu annara. Ég man eftir að hafa legið með henni í sólbaði fyrir utan svefnherbergisglugga Fríðu og Gríms. Hún lá grafkyrr í marga klukkutíma mér fannst, því hún ætlaði sér að verða brún og með þolinmæði tókst henni það. Þolinmæðin sem hefur nýst henni vel við ritstörfin, þar sem textin alltaf óaðfinnanlegur, fallegur og sérstakur. Ég minnist þess að hún gat sagt mér, sem var þó 1,5 ári eldri, sögur sem hræddu mig þegar við vorum litlar. Hún sagði að ég græti ekkert á því að búa á 3. hæð. Gilitrutt næði jaft í mig og hana þó ég byggi hátt uppi en hún í kjallaranum. Gilitrutt gæti stækkað og minkaða vild. Ég varð svo hrædd að Grími varð að fylgja mér hálfa leiðin upp stigaganginn því ég þorði ekki ein upp. Svo flutti hún burt. Egnaðist nýja vini og ég var í sárum. Við urðum unglingar og hún kom í heimsókn með nýju vinunum. Bað mig að gera sig greiða, ljúga fyrir sig. Þetta var alveg hvít lygi, sagði hún. Bara bjargin úr smávanda. Hún sagði mér hvað ég átt að segja og við hvern. Og ég varð einhvern veginn máttlaus í fótunum. Hvíslaði einhverju, kannski sagði ég bara já, ég man það ekki. Mér fannst þetta óendanlega óþægilegt. Mamma tók eftir því að ég var eitthvað öðruvísi en vanalega og gekk á mig. Hvað kom fyrir, sagði hún? Ég sagði ekkert í fyrstu, en auðvitað hafði hún þetta upp úr mér. Ég átti að bjarga Dísu með því að ljúga manneskju sem við mamma þekktum báðar. Mamma hló og sló sér á lær. Þú að ljúga fyrir aðra sem getur ekki einu sinni bjarga sjálfri þér með lygi. Ég var enn undirleitari við þessu orð mömmu. Ég vissi að ég var algjör ráðgeit og gæti aldrei tekið djarfa ákvörðun. Ekki einu sinni til að bjarga Heiðri vinkonu minnar. Hvað er þetta? Auðvitað gerur þetta fyrir vinkonu þína, sagði mamma. Þetta sára saklaus hvít lygi. Og þú bjargar henni í leiðinni. Er hún ekki vinkona þín? Ég varð undrandi á viðbrögðum mömmu, átti ekki vona á þessu frá henni. Dreif mig út, stóð fyrir fram á manneskjuna sem Dísa tilnefndi og laug að henni blákalt. Svo liðu árin. Við Dísa fullorðnuðumst og eignuðumst börn. Einn sumardag 1975 ákváðum við að fara á Þingvöll með strákana mína 2, son hennar og Kidda bróður hennar. Við lögðum hressar af stað þrátt fyrir úrtölur annara. Hvað eru þið að fara að tjalda með 4 lítil börn? Þetta kemur aldrei til með að ganga. Við hlógum bara og sögðum að við værum 2 fullorðna manneskjur og ættum að geta bjarga okkur með 4 börn 1 sólarhring. Ferðalagið á Þingvöll byrjaði vel. Við ókum upp á Mosfellssveit, vissum af afleggjarar sem lægi eitthvað staðar og þaðan væri leiðin á Þingvöll. Okkur til undrunar fundum við hvergi afleggjarar og ákváðum að snúa við. Við verðum bara að fara Hveragerðisleiðina, sögðum við hvor við aðra og ókum í átt til Hveragerðis. Þegar við komum þangað var hvoru okkar vissum hvar við ættum að beygja. Við stöðvum fyrir utan bensínstöð og ég sagði Dísu, þú verður að fara inn og spurja. Heldur að ég farið að inn og láti það út mér að ég rati ekki til Þingvalla. Gleymdu því, ég fer ekki inn. Það þekkir þig enginn annað hvað sem sagði ég með samanbitnar varirnar. Þú átt aldrei eftir að hitta þetta fólk aftur, drífðu þig. Þetta endaði með því að ég drattaðist inn, skömmustileg og lét mig hafa það að spyrja til vegar. Ég uppskar hvorki hláturinn ég glott, aðeins hlýlegt bros frá ungu manni sem sagði mér hvar ég ætti að beygja. Þegar á Þingvöll kom, áttu við í mesta basli við að tjalda með börnin hlaupandi frá okkur og við sáum ekkert nóttina því yngri sonur minn var svo hræddur að hann hélt fyrir okkur vöku.
Það voru því þreyttar konur sem lögðu af stað í bæinn hádegi næsta dag eftir að hafa farið með halarófun í göngutúr klukkan 5 morguninn. Við létum engan vita af því að þetta hefði verið hrakfallaferð. Og núna, 48 árum seinna, ljóstra ég því upp að hvorki ég né Dísa rötuðum á Þingvöll orðnar fullorðnar konur. Við munum eflaust ekki sömu hlutina frá æskuárunum við Dísa, en eitt er það sem hefur haldist í 66 ár og það er vinátta. Ég vil því ljúka þessum orðum með ljóði sem ég samdi vináttuna fyrir nokkrum árum, en þar skoða ég ýmsa fleti hennar og tel mig vita hvað felst í vinátt okkar Dísu. Vináttan er kaðall, virðist traustur í upphafi, en getur raknað upp eða jafnvel slitnað við núning. Vináttan getur líka verið örmjór þráður, virðist ekki til mikils líklegur í upphafi, en þegar á reynir heldur hann uppi þunga og myrkri ef á þarf að halda. Svo getur vináttan verið blómstrandi reyr á Árbakka sem horfir á lækinn dansa á leið sinni í gegnum lífið. Tekur engu alvarlega en horfir á úr fjarska. Takk fyrir vináttu árana, elsku Dísa mín. Vonandi endum við saman á friðsælum stað í ellinni, þar sem þú býr til sögu handa mér og ég ljóð handa þér. Takk. Takk kærlega fyrir. Þá er komið að Gerði Kristnýju. Gerðu svo vel. Kæra Vigdís og aðrir gestir, til hamingju með daginn, öll, til hamingju með Vigdísi. Ég mátti velja eitthvað að lesa úr hennar bókum og ég valdi mér uppáhaldsbókina mína. Hún heitir Minningabók, kom út árið 1990 og Vigdís tileinkar hana minningu föður síns og tileinkar hana móður sinni líka, Hólmfríði Sigurðardóttur. Ég ætla að lesa upphafið. Sit við eldhúsborð, rústrauð teskeið í máðu glasi, nagað epli í rendri skál. Afskorinn rós á hvítu blaði, brúngult bein hundsins í horninu og leiðin. Á móti mér gluggi skúmdregið ský, endalaus óravít hvolfsins og stjarna sem ristir mánan. Fleikt auga mitt klífur jörðina, að fölnuðu loki, krefur moldina svars, þögnina lífs, sveimar kringum naglfastan kassan. Örugt auga mitt, eitt í engu enni, verður vængjaður draumur og berst frá mold að vatni. Hér tekur tíminn að tifa, á tálguðum handlegg míns fjarstadda vinar og bróður og hárin vefja sig óræði minninganna, jarteiknir ástar, nálægðar og efa. Móki við bakkan, augað kafar, brýst gegnum engar öldur aðeins dýpið, þurrt og tómt sér það silfraða svipi og gráan botnsandinn, safírblátt vatnið spegilslétt. Andartak gríp ég hönd þína, stóra gula höndina, þú hvíslar, sérðu okkur tvö. Og saman við bláman og birtu af engu tungli, engri sól, renna andlit okkar inn í lygnuna, uns eitt andlit brosir og safírinn breytist í gómbleik orð. Við hverfum öll, syngja þau, og þjóta upp á bakkan, hverfum. Ég skil ekki orðin, í strigaskó með slit fremst á tánni, bý til ódauðleg spor í bakkan, hverfum, og hönd þín teymir mig í djúpið. Sjáðu myndir, ég var 7 ára, horfði á spegilmyndir tímans, skárast í fleti vassins.
og myndirnar hverfast með sandi og skeljum í sögur og ljóð. Kærar þakkir Gerður. Og næst á dagskrá það Jórunn Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Komið sæl og til hamingju með daginn og takk fyrir að fá að vera hér. Ég tók yfirskrift þessara samkomu að þetta væri málþing alvarlega og kalla þessa tölu mína ævintýrið lestur. Fræðasvið sjálfsögunar vakti mér áhuga leið og ég kynntist því í BA-námi mínu í bókmenntafræði við Háskóla Íslands í byrjun þessarar aldar. Það var greining samtalsins milli forms og innihald sem ástundaður í sjálfsögum sem kveikti í mér og síðan ekki síður svo staðreynd að hinn sjálfsögulega aðferð tilraun til að lýsa upp það sem býr að baki töfrum skáldskaparins. Hvernig texti, persónur, atburðarás halda okkur föngnum. Hverju form og framsetning miðlar og gerir lesandan mig að virkum þáttakanda í skáldskapnum. Oft talað marglaga skáldsögur sem eins og flestar skáldsögur eru sögur ákveðnar persónur sem kynntar eru með viðeigandi hætti. Fara svo kannski út úr söguþræðinum og koma aftur síðar. Í venjulegum skáldsögum leiðir gjarnan ein persóna í gegnum söguskóginn. Í marglaga skáldsögum vilja hins vegar líka aðrar persónur fá að varða þessa leið og ákvarða hvert lesandinn beini athygli sinni. Leið eiga þessir athyglisbeinar, ef svo má orðið komast, líka stundum kallað sjónarhorn, það til að gera athugasemdir við eða jafnvel yfirgefa megin söguþráðinn. Hverfa til einhver sem gerðist löngu áður en sagan hófst eða á eftir að gerist jafnvel alls ekki, en gæti hafa gerst. Stundum nefnilega legið á því lúalagi beinlínis að afvegaleiða lesandann, ljúga upp í opið geðið á honum, eða að viðkomandi sögumaður man ekkert almennilega. En það mikill leikur í þessu öllu saman, samleikur. En þessi samleikur ástundaður í einrúmi. Lesandi, einn, niðursokkinn í bókina og þar með kominn á allt annan stað. Leið og honum opnast sýn inn í fjölbreytilegt samhengi sem stígur upp af síðunum svo að upphlaðast í huga hans ótal vistaverur, bustabæir jafnt sem glæsihallir með turnum og turnspýrum, leyniherbergjum, úthýsum og hengibrúm sem enginn veit hvert liggja. Líklega inn í rangala heilabús lesandans sem tekur andköf í hvert skipti sem brú sveiflast eða skýjahula rifnar frá enn einni sögunni sem textinn geymir. Enn einni sögunni sem hjálpar okkur að una því að sá samhljómur sem við þráum svo í lífinu skuli ævinlega skreppa undan. En einmitt þess vegna höldum við stöðugt áfram að lesa. Knúin sjóð heitri þránni sem nærir líf okkar en ekki síður skáldskapinn. Þessa þrá, skrifaði ég árið 2004 BA-ritgerð í almennri bókmenntafræði undir handleiðslu Gunnþórunnar Guðmundsdóttur. Ég gaf ritgerðina heitið Ævintýri ást, ævintýri skáldskap og til frekari skýringar þríleik Vigdísar Grímsdóttur, skáldsögurnar frá Ljósi til ljós, Hjarta, tungl og bláir fuglar og Þegar stjarna hrapar. Í ljósi bókmenntakenninga sjálfsögunar. Þar segir í inngangi:
Ímyndunaraflið er tæki þessarar þrár og ástin er eldsneyti þess. Skáldskapur Vigdísar Grímsdóttur snýst að viðhalda ofannefndri þrá með stöðugt nýjum sögum þar sem sprengiþræðir ástarinnar leynast hvarvetna í rammgerðu reglumúrverki samlífs mannanna. Stundum verður jafnvel sprenging og þá þarf að gaumgæfa brotin. Jafnvel setja þau saman upp á nýtt sem í tilfelli þrenningarinnar, eins og bækurnar 3 saman voru síðar nefndar, eru órannsakanlegir vegir ástarinnar og ástríðnanna þar sem hinu sjálfsögulega frásagnarformi er beitt til að brjóta niður aðskilnaðarmúra milli viðtekina og forboðina sviða veruleikans, manngerðra jafnt sem ímyndaðra og laða þannig skáldskapinn upp á yfirborðið. Bækurnar 3 sem mynda þrenninguna kom út á árunum 2001 til 2003 og sóru sig allar í sagnaætt Vigdísar með grunnstefinu ást og þrá sem og sannfæringunum tengsl ástar og skáldskapar. Eigi að síður sker þrenningin sig úr bókunum sem á undan fóru því að þar hefur beinu ofbeldi og valdabaráttu nánast verið úthýst og þess í stað í textanum ástundaður jákvæður undirróður og afbygging í þeim tilgangi að afhjúpa völundarhús boða og banna á lendum þrárinnar og tengsl skáldskaparins við ástina. Sjálfsögulegir þræðir, það er að sagan greini beinlínis frá því að segja umrædda sögu, er hins vegar að finna í nær öllum skáldsögum Vigdísar fram að þrenningunni. Samkvæmt verufræðinni býr andinn eða vitsmunirnir yfir sjálfstæðum veruleika sem grundvallast á skynjun og viðbrögðum við hinu skynjaða. Hugsunin skapar verufræðileg svið sem eru hluti af veruleikanum, óáþreifanleg og fljótandi, jafnvel breytileg og sá veruleiki sem skáldskapurinn miðlar er að sama skapi heldur ekki einn og endanlegur. Auk þess sem sá veruleiki í eintölu eða flertölu er ekki skynjaður með sama hætti af öllum lesendum. Hvorki maðurinn né heimurinn eru óyggjandi viðmið skynjunar skáldskaparlegs veruleika fremur en veruleikans almennt. Skynjun, upplifun og túlkun skáldskapar á sér stað í spennunni milli verufræðilegra sviða innan viðkomandi skáldverks, milli þess og annara verka bókmenntasögunar eða jafnvel menningasögunar, sem og milli skáldverksins sem ræðir og ólíkra verufræðilegra sviða raunveruleika míns, lesandans. Í þrenningunni takast á í villtum leik ólík svið skynjunar. Þess veruleika sem af þeirri skynjun rís, en einnig ólíkir eiginlegir heimar. Heimur á Laugarnesinu, heimur í Nýju Mexíkó og í París. Og það í spennunni milli allra þessara sviða og heima sem merkingamyndunin á sér stað. Sálfræði persónuna, bæling og kúgun í formi eignarhalds, oft í nafni ástar, sem og tilraunir til undankomu, gegnir ekki megin hlutverki í þrenningunni. Heldur er það hlutverk persónana í frásagninni, í sjálfur framvindu sögunar sem ákvarðar þær. Hér er ástin sjálf viðfangsefni en ekki hvernig ástin heltekur ákveðna persónur og aðra kannski ekki eins og í hefðbundnum ástarsögum. Enda er þrenningin ævintýrasaga ástina en líka saga glæp, jafnvel glæpi. Þrenningin segir frá hópi fólks í Laugarnesinu og hvernig örlögin og eða tilviljun sem í skáldsögum má segja séu formgerðin eða fléttan drífur ástir þeirra og líf þar til ákveðinni niðurstöðu er náð. Að endingu verður ljóst að hér er sögu að ræða. Sögu sem ákveðin höfundur, Dídí, persóna í sögunni, er að skrifa í ákveðnum tilgangi. Nefnilega að sprengja síðasta tabú ástarinnar, að dóttir elski sinn eigin föður.
Með því að gaumgæfa flóknar speglanir í parsamböndum persónusögunar, beinar speglanir jafnt sem andstæðar og þeim sem fara í hring, það sögurnar allar inni í sögunni sem einnig birtast í myndunum sem Luna málar af fólkinu sínu í Nýju Mexíkó, flettast í sundur óteljandi lög þessara sögu. Rétt líka að nefna vísanir sem nöfn persónanna fela í sér. Magdalena, Helena, Eva, Lenny. Hér nefnt sem dæmi menningar- og bókmenntasögulegar vísanir. En einnig nafn höfundarins í sögunni segir sína sögu. Dídí. Það ekkert nafn, eins og segir á einum stað. Ótal önnur atriði stór og smá í textanum verða svo einnig lyklar til að lesa samspil, fléttu og orðræðu textans. Dæmi, endurtekning ljóðlína ítalska lagsins. Ef ekki í þessu lífi, ástin mín, þá í því næsta. Sem undirstrikar endurtekna frestun samhljómsins sem áður var nefndur, sem jafnframt frestun endalókana og aðeins skáldskapurinn megnar að ástunda. Skáldsögurnar 3 sem mynda þrenningu, titill sem vissulega líka vekur hugrenningatengsl, eru rökrétt framhald rannsóknar Vigdísar í fyrri verkum á margbrotnu eðli og sprengikrafti ástarinnar og skáldskaparins og þeim öflum sem vinna gegn margrata flæði og frelsi merkingarinnar. Það ástin, ástríðan og þráin sem endurspegluð í skáldskap þrenningarinnar þar til að því kemur að afkvæmi hættir sér of nálægt upphafi sínu með afleiðingum dauða og tortímingar. Að skilja sig frá upphafinu að barn fyrr eða síðar verði að yfirgefa föðurhús og leita nýrra áhrifa til að viðhalda ættstofninum lögmál. Eða skiptir ástin og ábyrgðin mestu? Spurning sem varpað fram í sögunum. Sögunum öllum, sem líka fjalla endurnýjun skáldskaparins sjálfs og erindis síns. Þrenningin lýsir þessum ferlum í fjölskyldusögu í fyrsta hluta, með landnámi í nýju umhverfi í öðrum hluta, en í Nýju Mexíkó verður nýr sagnaheimur til úr heimafengnu og framandi. Í síðasta hlutanum heldur svo sögumadurinn úr suður-ameríska töfraraunsæinu til Íslands, en drepinn. Eða eru það bókmenntirnar sem beinlínis eru dregnar fyrir dóm og dæmdar, skáldskapurinn, dæmdur kannski til dauða af sögupersónunum. Að minnstakosti drepa þær höfundinn í sögunni. Lesandinn þannig sá eini sem kemst lífs af. Lokar bókinni til þess eins að opna aðra á morgun og svo aðra og aðra, ef ekki í þessu lífi, þá í því næsta. Allt sem hér hefur verið sagt byrjaði reyndar með stúlkunni í skóginum. Ég bjó í útlöndum þegar stúlkan í skóginum barst mér í hendur, ég bjó alls ekki í útlöndum. En slík var lestrarnautnin að ég bjó til sérstaka minningu í kringum þennan lestur. Aldrei hafði ég lesið neitt þessu líkt. Bók sem fjallar það sem maður alltaf að hugsa þegar maður les bók. Hvernig verður þetta allt til og hvaða ábyrgð fylgir því? Og afsakið, bók það sem ég var að hugsa þegar ég las bókina og þegar ég svo mörgum árum síðar stjórnaði ritþingi Vigdísi Grímsdóttur, spurði ég hana út í þetta, hvort að hún hefði líka verið að hugsa þetta.
mig að lesa Stúlkuna í skóginum þegar hún skrifaði. Vigdís var ekkert sérlega tendruð yfir þessari spurningu. Og nei, hún hefði nú bara verið að hugsa 2 konur í kaffiboði. Andstæða póla sem mætast. Höfundur og lesandi. Kannski. Takk, Vigdís, fyrir lestrarnautnina og til hamingju með daginn, lífið og nýju bókina. Og mér langar að lokum af því það eru tímamót, að rifja upp þín eigin orð að ég held frá ritþinginu Sællar minningar og sem þú hafðir eftir móður þinni og hljóða svo: og árin gægðust yfir fjallið, fundu gimstein sem einatt mun fylgja þér. Má ég spyrja, eru kannski laus sæti einhvers staðar aftast? Heyrðu, það já, eru 2. Já, endilega. Bara kærar þakkir, Jórunn. Nú, það bara 1. Það er ekki hægt að skilja hjónað, en hérna, því miður þá að Kristín Eiríksdóttir átti að koma hér upp næst, en hún forfallaðist því miður, en þá er komin að henni Guðrúnu Steinþórsdóttur, gjörðu svo vel. Já, eins og Jórunn, þá ætla ég líka að halda stutt erindi og ég ætla að tala um eina af mikilvægustu bókum Vigdísar og ég ætla að hefja þetta á tilvitnun. Það má sjá fyrir sér í hillingum öðruvísi lagabókstaf og öðruvísi þjóðfélag en til þess þurfum við þetta fólk sem hugsar á annan hátt. Þessi orð lét Vigdís falla í viðtali árið 1989 sem tekið var í tilefni útgáfu hinnar mögnuðu skáldsögu Ég heiti Ísbjörg, ég er ljón. Sú bók átti heldur betur eftir að hafa víðtæk áhrif og vekja lesendur til umhugsunar réttarkerfið. Sögumaður verksins er Ísbjörg Guðmundsdóttir, ung vændiskona sem myrt hefur viðskiptavin sinn og fær nú 12 stundir til að segja lögmanninum Pétri sögu sína. Þótt að liggi skýrt fyrir að Ísbjörg hafi framið morð, má velta því fyrir sér að hvaða marki hún sé sek og ekki síst hvenær samfélagið ýti undir svo alvarlegan glæp. Í stað þess að sagan hverfist morðið fjallar hún þó miklu frekar kynferðislegt ofbeldi, afbrot sem lágu lengi í þagnarhjúpi, bæði í samfélagslegri umræðu og í íslensku réttarkerfi. Ísbjörg er þolandi sifjaspella og hefur verið nauðgað, en fyrir þau brot hefur þó enginn verið dæmdur. Hún hefur enda engum sagt sögu sína fyrir Pétur kemur á hennar fund. Í dag ætla ég að fjalla kynferðisafbrotin sem greint er frá í skáldsögunni og setja þau í samhengi við afstöðu til slíkra brota í íslensku samfélagi á seinni hluta 20. aldar. Í íslenskum lögum eru ákvæði nauðganir allt aftur í Grágás. Þótt lögin hafi vitaskuld tekið breytingum hefur megin inntækt þeirra verið þið sama eins og Ragnheiður Bragadóttir, prófessor í lögfræði, hefur bent á. Það er að maður þvingar konu gegn viljanar til að hafa við sig kynmök. Núgildandi hegningarlög tóku gildi 1940 en síðan þá hefur kaflinn kynferðisafbrotin verið endurskoðaður 3 sinnum, það er árin 1992, 2007 og 2018. Meðal annars hafa ákvæði kaflans verið gerð ókynbundin og lögð áhersla á að víkka skilgreininguna á nauðgunarhugtakinu, skilgreina afbrotin nauðgun út frá skort á samþykki og hækka hámarksrefsingu fyrir brot. Athyglisvert er að engin ákvæði hegningarlaganna hafa verið endurskoðuð jafn oft, en það sýnir vel gjörbreytta afstöðu til kynferðislegs ofbeldis á ólíkum tímum. Þegar skáldsögunum Ísbjörgu kom út, höfðu ákvæðin kynferðisafbrotin staðið óbreytt í hálfa öld. Á þeim tíma var opinber umræða slíkt ofbeldi nær engin og dómar í málaflokknum fáir. Margir litu raunar svo á að brot þessu tagi var ekki framin á Íslandi. Í kjölfar annarrar bylgju feminismans var þó breyting á samfélagsumræðinni þegar konur rufu þögnina og byrja að ræða opinskátt kynferðislegt ofbeldi og alvarlegar afleiðingar þess, meðal annars með hjálp skáldskaparins, rétt eins og Vigdís gerði með sinni skáldsögu. Þar gekk hún þó skrefinu lengra en margar aðrar konur því hún fjallaði einkum kynferðisbrot gegn börnum og sifjaspell eða þá ofbeldi sem mest bannhelgin var á.
Kynferðisbrot gegn börnum eru talin vera með alvarlegustu brotunum sem framin eru. Þau fara iðulega fram í leyni og er gerandinn vanalega einhver sem þolandinn þekkir og treystir. Sæunn Kjartansdóttir sálgreinandi hefur skilgreint slíkt ofbeldi á þessa leið. Það telst til kynferðislegs ofbeldis þegar kynþroska manneskja lætur barn taka þátt í athöfnum af kynferðislegum toga í þeim tilgangi að veita kynþroska mannesku kynferðislega nautn. Einu gildir hvort athafnirnar fela í sér þvingun af einhverju tagi, hvort þeim fylgir líkamleg snerting, hvort það er barnið eða hinn fullorðni sem á frumkvæðið eða hvort hægt er að greina skaðlegar afleiðingar þegar til skamms tíma er litið. Sæunn segir jafnframt að kynferðislega ofbeldið feli í sér að barn sé gert að þolanda í athöfnum sem það hefur hvorki vitsmunalegar forsendur til að skilja né tilfinningalegan þroska til að vinna úr. Hún nefnir einnig að aðstæðunar geti vakið ótta hjá börnum, þau upplifi sig einangruð og hjálparvana, mörg finni til líkamlegs sársauka og flest kenni sjálfum sér afbrotið. Þessar lýsingar ríma vel við sögu Ísbjargar eins og kemur fram í upprifjun hennar af æskunni. Hún er einkabarn foreldra sinna, Guðmundar og Þórhildar. Fjölskyldan er fátæk en Guðmundur fyrirlítur hina ríku þótt hann vilji tilheyra þeim hópi. Mánaðarlega leggst hann í þunglindi og fellur fyrir eigin hendi þegar Ísbjörg er 8 ára. Á meðan Guðmundur lifir heldur hann heimilinu í heljargreipum því hann stjórnar mæðgunum með sálrænu ofbeldi og einangrar þær frá umheiminum. Hann talar niður til Þórhildar en dýrkar dóttur sína. Á yfirborðinum orkar samband feðginanna kannski gott en undir niðri lúrir þó hryllingurinn því ýmsar vísbendingar eru gefnar að Guðmundur hafi beitt Ísbjörgu kynferðislegu ofbeldi. Í því skyni er vert að skoða 2 lýsingar sem báðar segja frá samskiptum feðginanna kvöld í svefnherbergi Ísbjargar. Fyrri lýsingin hefst á þessa leið. Mér finnst gott þegar hann situr hjá mér á kvöldin og strýkur mér inn í drauminn, eða strýkur með drauma eins og hann kallar það sjálfur. Þú verður ekki grenjuskjóða þegar þú stækkar, hvíslar hann að mér áður en hann hallar hurðinni aftur. Nei, hei, svara ég og þá sest hann aftur á rúmstokkin. Í kjölfarið biður Ísbjörg föður sinn að segja sig frá því þegar hann megi á grenjuskjóðu og áfram heldur frásögnin. Ég tók hann til mín, finn hárin á handleggjum að strjúkast við mig, léttan andardrátt hans á augnalokunum. Ef þú segir engum. Ég kjafta ekki, segir lágt með þungri áherslu og loka augunum. Hann kissir mig á augnalokin. Ég sé stjörnur í myrkrinu því varir hans eru þungar. Frásögninni líkur á því að faðirinn gefur Ísbjörgu merki að þegja yfir atburðinum. Lýsingin á gjörðum Guðmundar er óljós þannig ekki ljóst hvort eitthvað óæskilegt hafi gerst eða hvort frásögnin vitni eingöngu föður sem svæfi dóttur sína með því að segja henni sögu og kissa hana góða nótt. Sú staðreynd að Guðmundur lokar að þeim og leggur endurtekið áherslu á þagmælsku Ísbjargar bendir þá til þess að ekki sé allt með felldu. Þögnin og hinn óljósa umfjöllun á sér hliðstæðu í því hvernig ofbeldi gegn börnum er iðulega vandlega falið innan veggja heimilisins og eins í því hvernig samfélagið sameinast lengi vel að þegja yfir slíkum brotum. Ummælin strokur og að sjá stjörnu við atlot er einnig vísbendingar mögulegt ofbeldi því orðalagi kallast bókstaflega á við 2 aðrar lýsingar á kynferðisafbrotum sem Ísbjörg rifjar upp. Strokuna kom til tals þegar hún greinir lögmanni sínum frá ofbeldinu í fangelsinu þegar þeir sem sjá löggæsluna misnota vald sitt eða með orðum Ísbjargar. Sakafólki er strokið og því er þegið hátt og lágt svo þið geti liðið vel. Og svo er því strokið þangað til það segir það sem þeir vilja heyra. Mér hefur verið strokið hér í heilan mánuð. Stundum hafa þeir komið miðja nótt, velt mér við og byrjað að strjúka. Í seinni frásögninni upplýsir Ísbjörg lögmanninn að henni hafi verið nauðgað 11 ára af ókunnum manni í verkfæraskúr. Í lýsingunni koma stjörnur endurtekið við sögu eins og eftirfarandi textabrot vitnar Viltu það ekki stingi í þig, svo þú sjáir stjörnur, spyr hann mjúklega, eins og hann haldi og muni færast undan því, haldi að hann þori ekki að kynnast hinu leynda. Jú, þakkaði fyrir, segir hún og brosir til hans. Farðu þá úr buxunum og þá veit hún að þessi feimni maður ætlar að sýna henni þær stjörnur sem pabbi sýndi mömmu á kvöldin og hann kallar það að stinga í þetta svo stjörnur. Hún fer úr buxunum, hlakkar til, hann fer úr sínum. Stjörnusýnin er hér bókstaflega tengd samförum. Vegna þess að sérstaklega nefnt að Guðmundur hafi sýnt konu sinni stjörnur á kvöldin er rökrétt að samvera hans með Ísbjörgu þegar hún sá stjörnur fyrir hugskotssjónum sínum hafi verið kynferðisleg. Með hjálp ævintýrsins er nauðgun ókunna mannsins felld í fagran búning því fram kemur að hann kalli Ísbjörgu prinsessu og nefndir að atburðurinn sé ævintýri, gerandinn prins og skúrin höll. Í dag eru ævintýri oft talin eftirsóknarverð
en ekki má gleyma að hryllingurinn hefur löngum verið hluti þeirra. Með því að leggja áherslu á vilja barnsins til að taka þátt í kynferðislegu athöfninni er fegrun ofbeldisins undirstrikuð og leið óhugnað þess. Sama gildir seinni lýsinguna á vafasömum samskiptum feðginanna. Í því tilviki verður faðirinn var við að Ísbjörg, þá 8 ára, liggur á gæjum þegar hann og konans láta vel hvort á öðru. Nakin elti Guðmundur dóttur sína inn í herbergi hennar og lokar hurðinni. Í kjölfarið segir í sögunni: Hann reisir mig upp í rúminu, hrukkuna djúpar í enninu, augun stinga, starir, fingur hans þungir á öxlum mínum, lít niður, halla mér að honum. Hann er stór, ekki reiður, sjóðheitur. Hár hans strjúkast við vanga minn, hann stífnar, ég strýk, varirnar renna, ég kissa hann, snerti. Hann gerir ekkert, lokar augunum, ég segja hvarmar hans blotna, hann er stór, grætur. Ég er svo einmana pabbi. Hann ýtir mér frá sér, gengur út, gamall. Lesandanum er gert að lesa með til línana því ekki er sagt að sifjaspell sé að ræða og látið líta út fyrir að athöfnin sé á forsendum barnsins. Íroníin er beitt en með hjálp hennar vinnur Vigdís listilega með lífsega góðsögum sem notuð hefur verið til að réttlæta kynferðislegt ofbeldi gegn börnum þegar sum þeirra njóti kynferðislegra athafna og vilji taka þátt í þeim. Slík viðhorf lýsa sjálfsögum mikilli vanþekkingu því að börn hafa engar forsendur til að vinna á flóknu samspili ótta, leyndar, örvunar, sársauka og sérkennilegrar hegðunar fullorðins fólks eins og Sæunn Kjartansdóttir hefur bent á. Hún nefnir einnig að börnin geti fundið til kynferðislegrar örvunar við gælur án þess þó að vera samþykk verknaðinum enda hafi þau ekki forsendur til að skilja að þau stjórni ekki líkamlegum viðbrögðum sínum. Undantekningarlaust þjást þau af sektarkennd, sjálfsásökunum og skömm. Slíka líka má heimfara Ísbjörgu sem veit að atburðarásin var ósæmileg en hefur ekki þroska til að skilja hvers vegna. Sömu nótt blóðgar hún sig og upplifir sig vonda þótt henni líði vel. Sektarkenndin magnast þegar faðirinn fremur sjálfsmorð stuttu síðar en að mati Ísbjargar gat hann ekki afborið sína nýju hljóðu kvöl, sína nýju dóttur. Sjálf áttur hann sig ekki á því fyrir en síðar að atburðurinn var ekki að leyfa að marka í samskiptum feðgina. Við lát Guðmundar nýtir Ísbjörg ímyndunaraflið og skapar sér einkaheim þar sem hún sjálf ræður ríkjum. Nýji heimurinn endurspeglar þráinnar eftir breyttu samfélagi því það er engin karlar og því ekkert ofbeldi. Veruleiki Ísbjargar er hins vegar annar því til viðbótar við fyrrnefndar nauðganir leiðist hún í vændi 16 ára gömul til að öðlast fjárhagslegt sjálfstæði. Aðalviðskiptavinurinn er efnaður lögmaður á 60-aldri, sá sem Ísbjörg situr í fangelsi fyrir að hafa myrt. Lögmaðurinn minnir í mörg á föður hennar. Hann segist elskana en beitir hana ofbeldi. Morð á honum hefur verið túlkað sem aðferð Ísbjargar til að losa sig við vald föðurins og hefna sín fyrir ofbeldið. Í ljósi þess að viðskiptavinurinn er fulltrúi dóms og laga er þó freistandi að skilja glæpinn sem aðferð til að myrða eða eyða dómskerfi sem leyfir kynferðislegu ofbeldi að viðgangast með þöggun og vantrú. Ísbjörg fær 12 stundir til að segja sögu sína. Hlutverk verjandans er að hlusta og greina hvað í sögunni er mikilvægt fyrir vörnina í málinu. Þótt hann situr hljóður er hann framan af óþolinmóður og skilur ekki hvers vegna Ísbjörg kýs að eyða tíma í að segja frá bernskunni. Hann vill eingöngu játningu á morðinu. Eftir því sem stundina líða áttar hann sig þó á því að ástæðan fyrir glæpnum er marglaga og að fortíðin er lykilatriði. Það er þó kaldranalegt að Ísbjörg get ekki sagt frá ofbeldinu fyrr en hún er sjálf orðin ákærðu gerandi. Dagný Kristjánsdóttir hefur nefnt að líka með samtali Ísbjargar og verjandans við sálgreiningaferli. Undir það má taka en brýnt er að hafa hugfast að það er ekki hending að sá sem hlýr á söguna skuli vera lögmaður. Frásögn Ísbjargar má nefnilega túlka sem ákall að samfélagið og þá ekki síst þeir sem starfa innan réttarkerfisins hlusti gaumgæfilega á þolendur kynferðislegs ofbeldis, leggi trúna í frásögn þeirra og geri sitt til að rísa gegn ofbeldi og berjast fyrir réttlæti þolenda. Árið sem bókin Ísbjörgum kom út var tímamóta ár með hliðsjón af umræðu kynferðislegt ofbeldi á Íslandi. Út kom skýrsla nauðgunamálanefndar sem fól í sér ítarlega gagnrýni á málsmeðferð kynferðisbrotamála í íslenska réttarvörslukerfinu og settar voru fram tillögur til úrbóta. Þá var ákveðið að stofna Stígamót. Vegna þess að umræðan var tekin að opnast var viðbúið að bók Vigdísar yrði tekið fagnandi. Svo varð líka raunin. Sagan var í hópi söluhæsta jólabóka ársins, var tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna og hlaut síðar menningarverðlaun DFF. 3 árum síðar sló sig inn í gegn leikgerð eftir skáldsögunni í Þjóðleikhúsinu. Ákveðinn hópur þoldi samt ekki eldfimt efni bókarinnar. Vigdís hefur sjálf greint frá því að hún hafi mátt þola árásir af ýmsu tagi vegna sögunar, til dæmis fengið senda hatursposta.
Þessi ofsafengnu viðbrögð eru athyglisverð með tilliti til þess hve miklar breytingar voru að verða á viðhorfi til kynferðisafbrota á þessum tíma, en eins og Vigdís sagði sjálf í viðtali Ísbjörgu rúmlega 2 áratugum síðar, þetta þýddi það að bókin hreyfði við fólki og hafði lífsmark. Það er alltaf gott þegar manni tekst að vekja upp tilfinningar og fá fólk til að hugsa. Síðan skáldsagan Ísbjörgu kom út hefur margt áunnist í baráttunni gegn kynferðislegu ofbeldi. Stofnuð var neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis á Landspítalanum 1993. Þá hafa grasrótarsambönd látið til sín taka í fræðslu málefnið og veitt þolendum aðstoð. Rannsóknarskrif ofbeldi hafa einnig aukist og þolendur fengi auki rými til að tjá sig reynslu sína. Baráttan og aukið þekking á brotunum og alvarlegum afleiðingum þeirra hafa orðið til þess að fleiri kæra brot og fleiri mál fari gegnum réttarkerfið. Ragnheiður Bragadóttir hefur þó nefnt að þrátt fyrir framsækna löggjöf kynferðisbrot, fjölgun dóma og þyngingu refsinga skortir enn að tekið sig á þessum brotum með fullnægjandi hætti og mikilvægt að bregðast við. Í því skyni sé grundvallaratriði að lögin og réttarkerfi virki þannig að engin hætta sé á að borgararnir taki lögin í eigin hendur. Lítill hluti kærra mála endar hjá dómstólum og óþægilega margar sögur kynferðisafbrot berast enn þess sem þolendur greina frá því að mál þeirra sé látið niður falla eða dómar séu vægir. Hinn háværa umræða nútímans kynferðislegt ofbeldi sýnir vel að þótt baráttan sé löngu hafin henni hvergi nærri lokið. Skáldsagan Ísbjörgu átti svo sannarlega erindi við íslenskt samfélag 1989 en ekki síður í dag rúmum 30 árum síðar. Mikið væri því gott að fá söguna endurútgefna. Takk fyrir þessi mikilvæga bók. Ég var nú bara klökk, bara hjartans þakkir Gunnar og næst á svið Steinunn Gróa Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Hæ öll, hvað þetta eitthvað dásamlegt og svo frábært veður og skemmtilegur upplestur og bara stemmingin í salnum, þetta svo yndislegt. En ég heiti sem sagt Steinunn Gróa Sigurðardóttir, dóttir Sigurðar sem bróðir Vigdísar. Eða Dísu frænku eins og mér finnst best að kalla hana, af því að þannig tengjast við betur. Dóttir mín heitir einmitt Vigdís í höfuðið á þessari drottningu og hún líka byrjað að kalla sig Dísu og mér þykir líka svo vænt það. En Dísa var og klárlega ein mest cool frænka sem hugsast getur. Þær systurnar, Dísa og Dúa, kom alltaf í pari og þær voru einhvern veginn báðar allt öðruvísi heldur en annað fullorðið fólk. Þær voru svartklæddar í támjóum skóm með uppsett hárið og rauðan varalit. Dularfullar en á sama tíma með allt upp á borðum. Líkar en samt svo ólíkar og báðar þær mér svo mikilvægar. Dísa mín, takk fyrir að vera nákvæmlega eins og þú ert. Þú hefur svo einlægan áhuga á fólki og það skilar sér. Hver hefur til dæmis nokkuð tímann sest niður með Dísu og hún fer að tala veðrið? Hún myndi miklu frekar byrja á einhverju eins og áttu þér eitthvað draum sem að þú hefur engum sagt. En þannig nær hún sem djúpu samtalum við fólk og kannski í bara fjölskyldubúði þar sem fullt af fólki. Það svo skemmtilegt. En ég verði eiginlega að segja ykkur eina mjög fyndna sögu af henni áður en ég fer að lesa. Ég gæti samt sagt það bil 100, en ég valdi eina. Sagan af prakkarasystrum. Því þegar ég og maðurinn minn vorum með drenginn okkar lítinn og óskýrðan í svona barnastól í fjölskylduhitting að þá króuðu Dísa og Dúa hann af og sögðu við hann: við skulum drepa þig ef hann heitir ekki Siggi. Og auðvitað heitir hann Siggi og þess vegna ekki föðurlaus. En ég valdi að lesa upp úr einni af uppáhaldsbókunum mínum sem heitir Grandavegur 7. Hana las ég fyrst þegar ég var mjög ung, örugglega 12 ára. En þegar ég les hana núna þá velti ég fyrir mér hvort ég hafi kannski verið of ung. En ég valdi kaflann með því að loka augunum, setja fingurinn svona út
og svona láta blaðsíðuna detta og svo fingurinn niður. Og mér fannst þetta svolítið svona dísulegt að gera þetta svona. En ég kom niður að kafla sem eiginlega alveg hræðilegur, en ég varð samt að taka hann, en hann líka mjög, mjög fallegur. Og hér kemur hann. Daginn sem börnin mín 2 voru lögð í sömu gröf og ég horfði á eftir kistunni síga ofan í jörðina, fannst mér eins og ótrúlega löng og litrík eiturslanga vefði sig upp eftir mér allri þangað til hún kom að hvirflinum. En þá var eins og hún bryti kúpuna og smeygði sér ofan í höfuðið. Bryti sér þaðan leið í gegnum hálsinn og byggi sig í hverju skoti líkama míns. Þessi tilfinning var mér afar raunveruleg. Ég var heit innra en köld ytra. Ég stóð við gröfina og fann hvernig slangan iðaði í líkama mínum. Hreyfingarnar mínar breyttust á þessari stundu og urðu hægar og þungar. Augun þurr og varirnar, tungan eins og skrælnuð í munnunum og hugsanir mínar hægari en allt sem hægt fór. Mér fannst þær líkastar hugsunum manns sem bundin niður og veit af fargi sem senn lýstur hann að ofan en hann fær ekki röndi reist. Ég gekk burt frá gröfinni með afa þínum og drengjónum mínum og vissi að það var önnur kona sem kom heim en sú sem fór af stað þann dag. Sú sem kom aftur var ísköld viðkomu og innra með henni iðaði slanga, en sú sem fór af stað var hlý og sorg hennar eins og áin sem rennur í fljótið. Talaðu við mig, sagði hann afiðinn þegar við sátum saman við borðstofuborðið kvöldið og höfðum lokið við að nærast. Drengirnir voru sofnaðir eins og þeir voru vanir. Við vorum vön að sitja svona saman á kvöldin. Ég var gjarnan að prjóna og hann las oft upphátt fyrir mig. Það var alltaf gott á milli okkar og okkur leið vel saman. Ég held að við höfum verið hamingjusöm. Afiðinn var ástríkur maður og ég held að ég hafi líka verið það. En dauðinn kæfði allt og kvöldið iðaði slangan innra með mér í kringum logandi eld. Hún dansaði óðan dans og mér fundust hólar og tómar hugsanir mínar vera eldiviðurinn. Hörund mitt var kalt og mér varð einhvern veginn ljóst þar sem ég sat við borðið að svona yrði ég frá og með þessum degi. Hvað ætti ég að tala? Spurði ég afa þinn að því að mér fannst ég ekkert hafa við hann að segja. Hann hafði grátið allan daginn, sat á móti mér rauður á bólginn og vildi tala. Varir hans skulfu og það snörlaði í nefinu á honum og návist hans varð mér næstum óbærileg. Þess vegna ýtti ég honum frá mér. Við gætum tala saman börnin, sagði hann. Ég hef ekkert að segja. Okkur líður báðum betur ef við tölum saman. Mér líður best ef ég þegi. Við gætum rifjað ýmislegt upp saman. Ég sé ekki að við séum bættari. Ég held þá að það sé kannski best fyrir okkur að sofna, en við þurfum að standa saman núna eins og við höfum alltaf gert, sagði hann, stóð upp og gekk inn í svefnherbergið. Ég gekk á eftir honum eins og í leiðslu, en hafði samt aldrei fundið eins mikið fyrir sjálfri mér. Það var eins og ég væri að brenna upp að innan. Dans slöngunar kringum bálið var orðinn villtur þegar ég stóð fyrir framan rúmið. Og þegar ég settist á skemilinn mín megin og byrjaði að draga af mér fötin, hringsnerist allt innra með mér og það brakaði í öllum liðum. Ég lagðist samt við hlið afa þíns eins og ég hafði gert öll árin og þótt gott. Ég horfði upp í loftið og sá skuggana af okkur flökta eins og ráðvillta fugla herbergið og mér varð óglatt. Stökk fram, ældi í eldhúsvaskinn og hélt að ég gæti ekki hætt. Og allt í einu sá ég slönguna í vaskinum. Ég sá hana með eigin augum. Hún var ótrúlega löng og digur. Ég horfði á hana leysast upp, hverfa ofan ristina og ég varð öll léttari á mér. En í stað slöngunar var nú innra með mér tóm sem aldrei átti eftir að hverfa. Ég lagðist aftur
fyrir við hlið afa þíns, en ég skynjaði ekki nálað hans heldur mikla fjarlægð á milli okkar. Ég vissi að ég lá í rúminu við hlið hans, en mér fannst samt eins og ég lægi þar ekki. Frá og með þessum degi lifði ég en lifði þó ekki, heyrði en heyrði ekki, sá en sá ekki. Líf mitt var bundið þögninni og það breyttist aldrei. Líður þér svona illa, elskan mín, sagði hann þegar ég lagðist aftur við hlið hans. Það alltaf að ganga einhver kveisa. Þetta er sorg. Þú getur kallað þína drullistingi hvað sem þér þóknast, en ég mun alltaf kalla hlutina sínum réttu nöfnum. Berklarnir eru ekki mér að kenna. Tala ekki við mig eins og ég sé smábarn. Við gátum ekki gert meira en við gerðum. Ég veit það. Mér líður líka illa. Þú ert svo næmur. Guð fyrirgefi þér ónærgætnina. Já, kallaði þann öðling til vitnis. Kannski verður allt betra morgun, sagði hann, lagði höndina yfir magan á mér og reyndi með óöruggum hreyfingum að koma mér til. Ég vissi að hann vildi leita huggunar í líkama mínum. Ég skildi það, en líkami minn var tómur eins og hugsunin. Láttu mig vera, sagði ég við hann í fyrsta skipti og hann grét sig í svefn. Takk hérlega fyrir frábæran upplestur. Þá er komið að Kristínu Ómarsdóttur. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Magnaður lestur. Ég get eiginlega ekki að fara að lesa eiginlega. Maður vil bara fara heim að lesa áfram Grandaveginn. En ég ætla að herma eftir Vigdísi og byrja á byrjuninni. Hún byrjar alltaf á byrjuninni. Svo ég fer hérna 40 ár tilbaka á blaðsíðu 5. Í hérna 10 myndir úr lífi þínu, sögur þykistu leiki og alvöru drauma. Og hef nú lesturinn. Ég stend yfir þér og horfi á þig. Þú veist ekki af mér en ég stend hérna samt. Ég fel mig á bakvið þig og ég fel mig innan í þér, langt innan í þér, eins og þegar þú faldir þig á bakvið hurðina í gamla daga og vissir aldrei hvort þú fyndist. Þú varst barn þá og tókst áhættuna. Það var svo spennandi. Ég er og ég fel mig yfir þér og bakvið þig og innan í þér og það er svo nýstárlegt og skrítið. En hver ert þú þá? Ég stend yfir þér og horfa á þig og þú lest þessar línur og heldur að þú getur fylgt þig allri ábyrgð. Þú ert vanur að kinka kolli eða brosa breitt eftir því hvernig þér líkar lesturinn. Ég horfi spennt á þig. Stundum ertu einn í herberginu þínu eða í stofunni og stundum hlaupa krakkarnir í kringum þig. Þú getur ekki leyft þér að öskra. Þú getur leyft þér að öskra í miðri setningu hættið sem gauragangi og þannig verður setningin mín marklaus einskis virði. Þú getur starað út í loftið og látið hugan reika og samt þykistu lesa, en þú getur ekki sagt hvað þú last því þú bjóst sjálfur til nýja sögu og ég stóð þig að verki. Stundum borar í nefið og horfir íbygginn á fingurinn af því að þú þykist vissum að enginn sjái til þín og þá verða orð mín gufa betur ósögð. Þú getur leyft þér allt og ég er afbrýðisöm. Því ég býð þín og vil eiga þín núna og ná til þín strax. Ég kann nokkuð brögð og hér kemur eitt. Ég stend yfir þér og horfa á þig. Líkaminn þinn er hvítur og rauður og svartur.
Ég er stödd í miðju ævintýri og þú líka. Við erum í skógi, það eru blóm eins langt og augað eigir. Kannski er þetta ævintýrið rauðhettu. Við förum út af veginum, höldumst í hendur og hlaupum. Við stoppum og tínum rósir og lyktum af þeim og hlæjum og hendum okkur út af í grasið og kyssumst og elskumst og það er fuglasöngur í loftinu og sól og blár himinn og ég græt af því þú elskar mig. Nei, þetta er ekki rauðhettu sagan. Sjáðu nornina. Hún kemur fljúandi á prikinu og við erum of sein að breyta okkur í steina til hann sjá okkur ekki. Við hlaupum í burtu en það eru engir hellar og ekkert skjól og rósirnar sem við týndum eru byrjaðar að fölna og trén er að hverfa og nú er bara þytur í loftinu og prik nornarinnar strýkst við þig og þú hrekkur við og framundan er bara eyðimörk. Löng eyðimörk, köld og dimm. En við leiðumst í myrkrinu og ég strýk vangaðinn í myrkrinu og þú skelfur og ég segi, vertu ekki hræddur ástu mín, þetta er gott ævintýri og nornirnar sjá ekki myrkri. Þetta er okkar myrkur og það felur. Það er mjúkt og segir engum neitt. Leiddu mig og fyndu mig, elskaðu mig og eigðu mig. Við hlaupum saman. Þetta er ekki nógu sterkt, ekki nógu raunsætt. Hér kemur annað. Ég stend yfir þér og horfi á þig. Líkaminn er hvítur og rauður og svartur. Ég strýk hár þitt og læt að renna fingurna, renna hægt og lengi. Það er svart og silki mjúkt, mýkra en venjulega, svartar en venjulega. Ég er veiðimaður og ég er mjúk lína, mýkra en venjulega. Ég er öll mjúk og hreyfingar mínar eru mjúkar líka, en ég er veiðimaður samt. Oddhvass hnífurinn rauður í eggina ögrar mýkt okkar beggja. Götin í brjósti þínu eru kringlótt og stór og falleg og blóðið innan í þig er rautt og hrópandi og þú ert svo mjúkur og ég leggst ofan á þig og sekk og brjóst mitt blotnar og verður rautt eins og þitt og hnífurinn í hönd minni blóðsugu tennur. Nosferatusar. Og hreyfingar mínar fallegasta ástarsena í heiminum og þú opnar augun þó þú getur það ekki og það rennur tánið kinnina og blóð úr brjóstinu. Þetta var óhugnalegt, en satt. Ég kann fleiri brögð og sem eru sótt í þína smiðju. Þau þekkir þú og þau eru líka vopn. Hér komaðu, eitt af öðru komaðu og ég stend yfir þér og horfa á þig. Og fel mig á bak við þig og innan í þér, lestu lengur. Já. Ha. Já. Já, til hamingju Vigdís með daginn og veginn með ævintýrið. Og aðeins að horfa, já, til hamingju, og til hamingju við öll með þessa nýju bókina sem ég er búin að lesa 2 svar. Og farið nú í kappið mig. Hérna er smá pistill. Þegar maður eignast, þegar maður þykist eignast, þegar maður telur sig eignast, þegar svo lítur út fyrir að maður hafi eignast trúnað orðana og arkarinnar, auðu blaðsíðunar, verður ekki aftur snúið. Hvað gerist, missir maður trúnaðinn? Ekki neitt. Maður bara missir trúnaðinn. Eða missir hann ekki. Það þarf ekki að þvo sér meira hendurnar en gengur og gerist, skrifta, iðrast, endurhreinsast til þess að halda í trúnaðinn, lesa, skrifa, leggja sig, fara út á gangar, þvo þvott, skúra, tala við börn, tala við mömmu sína, næstum því allt sem þarf. Sérherbergi veit ég ekki. Fangaklefa, spurningamerki.
Útsendarar skáldskapalistarinnar eru ópraktískir. Leiðin til Íslands löng. Líklega ferðast þeir á árabátum eða venjulegum vangjum. Enginn veit hvers hagsmuna þau gæta ef einhverra. Þegar komið hingað gera útsendarnir sömu kröfur og annars staðar og aldrei reikna eftir höfðatölu eða prósentum. Þau klukka venjulega marga, held ég. Það fer eftir samfélagsgerð hvernig úr rætist. Innan í vera þessara örlaga norna verður mjög seint skilgreind. Ég hef séð þennan trúnað, listatrúnaðinn live, leika fingur vinkonu minnar. Á meðan hún hjó á ritvél, standandi við hátt borð í sumarbústað, dögum saman haust, fyrsta draft skáldsögu. Klæddi gula stóra peysu. Þegar vinkona mín byrjar getur hún ekki hætt. Hún óstöðvandi. Leggur nótt við dag, verður eyðimerkurblóm sem þarf varla vopni þurrt. Þar til hún. Já, ég bara gat ekki flett. Þar til hún hefur skrifað fyrsta draftið að hún sest á borðum og gerir það sem þarf að gera annað af öðruvísi festu eða staðfestu. Ég sá líka til sköpunarkraftsins á meðan hún skrifaði fyrstu gerðina hann Gauta vin minn við skrautborð í gamalli stofu. Og úr fjarlægð fylgdist ég með Vigdísi í einangrun, í óveðrum, í ófærðum, rafmagnsleysi, sitja upp á ströndum í húsi sem var kaffihús á sumrin, en húsið hennar á veturna, og búa sér til reglur og skammta sér tímatakmörk til að semja og skrifa dísusögu og nokkrar ævisögur líka skrifa hann þar og skáldsöguna Trúrðu og töfra, en þar reis risa kúpull yfir mannhannaðri nauðungabyggð á norðurhveli. Og upp úr aldamótum í nýju Mexíkó og París skrifaði hún tríólógina Þrenninguna sem gerist í Reykjavík og París og nýju Mexíkó. Og síðasta vetur heyrði ég frá henni í símtali frá Djibouti í Afríku. Þar var hún byrjuð að segja dóttur sinni sínum ævintýri dreng og fisk. Í næsta símtali var hún aldeilis komin í gírinn, farin að skrifa ævintýrið. Í þar næsta símtali var fyrsta handrið tilbúið og fyrsta yfirferð hafin. Ég hef séð þennan sköpunarkraft og trúnaði leik og störfum í óteljandi myndum sem breytast í skáldverk af öllum lengdum og stærðum. Fyrsta skáldsaga Vigdísar, Kaldaljós, var einmitt hlunkur. Múrsteinn, eins og ég heyrði strákahöfundar kalla þykka bækur og strákahöfundar skrifa múrstina. Því var það mjög kúl fyrir óstrákahöfunda þegar þessi dundrandi skáldsaga kom út í heiðu ljósbláu bandi og bauð karlkyns hefðinni byrgin, nefaði hefðina, stífla brast og síðan hefur Vigdís skrifað nokkrar fleiri múrsteina. Enn reika ég spegilfægðan turnin sem mennirnir reistu efanum. Syngur úr ílangri bók sem kom út 4 árum á eftir Kaldaljósi. Og þegar ég rifja þetta upp, sé ég Vigdísi fyrir mér á stöðunum þar sem hún skrifar skáldsögurnar sínar, ljóðabálka, minningabækur, ævisögur og mörg óbirt handrit, átta ég mig á því að borðin sem hún situr við eru engin hefðbundin skrifborð. Smiðum sporeskjulega skrautborðsins í gömlu stofunni datt aldrei í hug að einhver myndi setjast þar niður, færa skrautmunina frá og skrifa við það skáldsögu. Eða barborðið í sumarbústaðnum sem merkti skil eldhúss og stofunar.
Heima hjá Vigdísi á Njálsgötu í rauðu stofunni sem var svefnherbergi, stofa, vinnustofa, símaherbergi, les- og sjónvarpsstofa með stórum málverkum og bókum upp veggi, skrifaði hún við pínulítið barnaskrifborð og ágætur kollegi falaðist eitt sinn eftir kaupum á því. Auðvitað. Á Ströndum skrifaði Vigdís líklega 4 eða 5 bækur við kaffihúsaborð með fagra fjallasýn, sjóinn og hríðarbil í gluggunum. Í Nýju Mexíkó held ég hún hafi skrifað handritin sín við skákborð. Eitt sinn kom ég í íbúð í París sem hún skrifaði í, hvergi sást skrifborð. Kannski dró hún borðið neðan úr loftinu því hún lætur ekki svo mikið sjást í allt vinnudótið fyrir utan málaralistina sína. Í Afríku veit ég það eitt að Vigdís á þar herbergi við strönd, sjó og stjörnubjartasta himinin. Heima hjá sér í Úthlíð skrifar hún við 2 borð, annað smíðaði pabbina Maríu og hitt ber glerplötu sem skýlir ótilandi teikningum og skrifum sem hún svo skreytti á fyrstu mánuðum kórónufaraldursins við COVID-borðið. Sem sagt, engin venjuleg borð. Hvernig borð verður það næst? Í heitasta landi heims eða í kafald snjólandi, tempruðu, heittempruðu kuldabelti, eyðimörk frumskógi. Útsendarar skáldskapar listarinnar, nornirnar sem koma á árabótum eða venjulegum vangjum til Íslands, klukkuðu Vigdísi einhvers staðar í Kleppsholti eða þar kring, í sjoppunni við Langholtsveg, hjá Laugarnestanganum, móanum sem búið að byggja yfir, rétt hjá Kambsvegi. Kannski klukkuðu þau hana hvar hún bar út Þjóðviljan til örfáu áskrifendana á Hrafnistu og höfðu nánari viðdvöl í hverfinu. Vigdís sem ég veit ekki hvað var nákvæmlega gömul, fékk svona stuð í öxlina sem hún hélt að væri út af því að hún leiddi í beisli hund sem hún fékk að passa á lappum hverfi með. Þau sögðu, útsendararnir, oft fara þær 3 saman. Sjáðu þennan krakka hér með blaðatöskuna og hundinn. Ekki hér komin hárétt blanda af karakter í rithöfund? Svo skrifar einn útsendarinn upptalningu í dagbók sína sem minni en eldspýtnastokkur. Hugarflug, forvitni, gæska, ljúfmennska, hagmælska, eins og við, segja þau svo. Mýkt, ljóðelska, sannleiksást, lygalaupur, ævintýramennska, hugrekki, stríðni, óþekkt, nákvæmni, fínleiki, viðkvæmni, styrkur eins og við. Réttlætiskennd, þefvísni, góð í að hlusta, fljót í að hugsa, hrifnæm og ófyrirsjáanleg, alveg eins og við. Þrifin og mjög góð í að bóna svo gólfin munu ætíð glansa í stúdíónu hennar. Fagurkeri með góða tímaskynjun, viðbragð, útsald og minni, ögrandi friðarsinni sem lætur ekkert yfir sig ganga á afmælis sama dag á Napóleon, uslafull blanda af frönskum heimspekingi og Elvis Presley, laus við mont, hatar snobb, skilur börn. Hjartans þakkir fyrir þessa frábæru tölu. Þá komið að Hönnu Maríu Karlsdóttur og Ragnheiði Steindorsdóttur. Gjörið svo vel.
Nú erum við tvær, það er bara einn mikrofón, heyrist ekki ágætlega í okkur samt sem áður. Nei, þá bara hækkum við röstina. Við bara beitum okkur aðeins. Við ætlum að lesa úr Seta ástarsaga. Það var svo margt sem breyttist þegar ég sagði þér frá veikindunum. Ég þarf að segja þér dálítið annað, sagði ég og kveið og kveið. Það er ekki bara þetta með ferðaþrána, það er dálítið annað líka. Ég hefði átt að segja þér það fyrr en ég gat það ekki. Ég vildi engar breytingar, skilurðu. Ég vildi ekki að þú hugsaðir mig öðruvís en ég er. Ég vildi að allt væri fallegt hjá okkur. Ég vildi að minnstakosti ekki eyðileggja neitt. Það er þess vegna sem ég hef þagað. Viltu ekki fara að koma þér að efninu? Sagðirðu, dálítið hastarlega og bættir við. Þú ert bara alveg eins og þú ætlir að fara að segja mér að þú hefur logið að mér allan tíman. Að þú hafir alltaf verið í öðru sambandi líka. Hefur þau kannski verið það? Er það eitthvað sem ég á að skilja núna þegar allt er breytt hjá mér, þegar ég hef breytt lífi mínu og vil vera hjá þér? Er það eitthvað svoleiðis sem ég þarf að horfast í augu við? Það væri svo sem eftir öðru. Það er ekkert svoleiðis, sagði ég. Hvað í fjandanum er það þá? Ekki heyrast mér og fréttirnar vera góðar. Ég finn að ég mun nú varla stökk upp á borð og kalla húrra, húrra. Ætli það sé ekki nóg fyrir mig þetta ferðaþrármál þitt og ekki bætist eitthvað meira við. Það er kannski bara alveg nóg fyrir mig að kyngja í einu að þú viljir engu breyta og þú viljir bara hafa mig einu sinni í viku, bara á 50 dögum og stundum í bústaðnum, að þú hafir ekki pláss fyrir mig í lífi þínu. Ég verið eins og bjáni. Í rauninni skammast ég mín. Ég var einhvern tímann alltaf að vona að þetta væri draumur þinn líka, ekki bara minn og... Vertu róleg, vertu róleg. Ég er róleg. Láttu það vaða, skjóttu bara. Kannski ég fresti þessu fyrst þú lætur svona. En þetta er ekki neitt skittir í. Fyrirgefðu mér æsingin. Æ, Seta, ég veik. Og svo sagði ég þér allt. Dró ekkert undan. Lýsti öllu í smáatriðum fyrir þér og fann að þetta var kannski í fyrsta skipti sem ég gerði mér raunverulega grein fyrir að ég hafði ekki löngum tíma að eyða. Og kvíði minn var óþarfur. Ég hefði ekki þurft að óttast að segja þér þetta. Ég hefði mátt þekkja þig betur. Ég hefði mátt þekkja ást þína betur. Þú sagðir ekkert, breyttir ekki svip, tókst utan mig og kystir mig, snertir mig, allstaðar, alla, elskaðir mig. Allstaðar, alla, tunga þín mig, allstaðar, alla. Og ég lokaði augunum og sá þessar gamaldags stjörnur sem fólk sér gjarnan í bókum og bíómyndum. Ég sá þær allstaðar springa út og verða blóm. Og svo sagðirðu, ég elska þig, alltaf. Og ég fann hvernig vonin læddist til okkar og lagðist yfir okkur. Þessi síunga von að í rauninni sé lífið blekking, að já þýði nei og hvítt þýði svart. Og þá spurði ég þig spurningar sem ég hafði aldrei spurt fyrr né síðar og mun aldrei spyrja aftur. Heyrðu Seta, heldur að Guð sé til? Þú svaraðir mér ekki. Þú áttir engin orð, en ég heyrði andardrátt þinn leið og ég sofnaði. Og ég heyri hann núna, hvernig hann vefst í kringum mig. Mér reyndar orðið nokkuð kalt aftur.
Hann vefst mig eins og orðin þín voru vön að gera. Og það ekki lygi þegar ég segi að ég heyri næstum rödd þína. Heyri hana hérna inni þegar ég les bréfið. Sendi bréf 30. desember 1996. Elsku Anna mín, bréfin styttast. Bréfin mín styttast. Ég hef líka minna á að minna að segja þér. Auðvitað veistu kannski hvers vegna ég skrifa þetta bréf. Þú veist að mér sárnaði að þurfa að vera ein jólin. Mér sárnaði meira en nokkur sinni við þig. Þú hefði vel geta sagt Arnþrúði og Valgeiri að þú vildir vera hjá mér. Þú hefði geta sagt þeim að ég væri ein og mér langaði til að hafa þig hjá mér. Síðan hvenær ertu líka svona hrædd við þau að þú þorir ekki að tala út hug þinn? Nema þú sért orðin þannig innst inni, þótt þú segir annað, kannski þolir ekki nærveru mína. Þolir ekki augnaráðið, hreyfingarnar, brosið, orðin. Þolir mig bara yfirleitt ekki. Hvers vegna segir það ekki? En sleppir þið að segja þetta gamla þitt? Ég elska þig en það best svona. Það best að hafa þetta svona núna. Hvers vegna veist þú alltaf hvað best fyrir okkur báðar? Og hvers vegna finnst þér rétt að þú takir allar ákvarðanir líf okkar? Það lá við að ég hataði þig á jólanótt. Eins og það sé nú nóttin til að hata. Eins og það sé ekki nóttin til að elska. Ég hringdi þrisvar í Arnþrúði og skellti á í öll skiptin. Þú veist sjálfsagt að það var ég, en ég var bara að vona að ég heyrði í þér röddina. En þú hringdir ekki tilbaka. Þú hugleitir ekki líðan mína, samt þekkirðu mig best af öllum. Þú veist hvernig ég þjáist og veist hvað ég þrá að vera nálægt þér. Mér fannst þú grimlynd, vond og miskunnarlaus og ég naut þess að hugsa svoleiðis þig. Veikindi fólks gefa því ekki rétt til þess. Þau eiga ekki að gera það og mega ekki gera það. En ég svo sem engin engill heldur. Ég hringdi í Hrafn. Hann kom til mín og var hjá mér nóttina og við elskuðumst. Og það var gott og það var vont. Og ég veit að þér finnst ég ekki að segja þetta, en ég geri það nú samt. Ég með veikum mætti að reyna að fá þig til að endurskoða afstöðu þína. Ég með öllu sem mér heilagt að þrýsta á þig. Komdu aftur til mín, fyrst ekki þá að vera breytt. Hentu mér ekki svona og frestaðu ekki lífi okkar saman. Dragðu þig ekki í hlé frá mér. Ég elska þig. Seta. Ég kasta bréfunum á eldinn og brosi. Og ég fleygi ljóðunum mínum á eftir þeim og eggjunum. Það snarkar og brennur. Ég gerði það sem þú baðst mig og nú ég tilbúin. Ég hvolfi í mig úr töfluglasinu, drekk brennivínsflöskun í botn, horfi á eldinn kulna. Geng upp á loft og leggst fyrir undir súðinni með síðasta bréfið þitt í annarri hendi og síðasta ljóðið mitt í hinni. Og 2 egg. 2 lituð egg. Og þegar þú kemur hingað, þú veist hvar ég ligg. Sérðu ljóðið og þótt þú hafir aldrei skilið ljóðin mín og ekki þótt neitt til þeirra koma, þá muntu skilja þetta. Þú munt taka það úr höndum mínum og skilja það. Núna kemur hún, móðan. Hún þung og heit og mjúk og tíminn snertir hönd mína. Við göngum af stað. Ég hugsa okkur þegar við elskumst. Munnin þinn og tunguna
og hvernig hún vefst mína, hvernig hún vefst mig, hvernig hún rennur niður hálsinn. Ég hugsa tennur þínar þegar þær bíta geirvörtuna og hendur þínar þegar þær snerta brjóstinn og fætur þína þegar þeir krækjast mína og fingur þína þegar þú ferð inn í mig og tungu þína þegar þú ferð inn í mig og augu þín sem hlæja og augu mín sem hlæja og ég glöð. Og í kringum mig eru litir og líkami þinn hvítur og sléttur og hreinn og sól. Ég gestur á leið í ókunnugt land og ég vaki þar og bíð þín. Takk fyrir. Takk fyrir frábæran upplestur. Nú tökum við pásu í 20 mínútur. Getið fengið ykkur kaffi eða vatn, keypt bókina og hittumst aftur rétt fyrir 3.
Má ég komast þetta fram hjá? Nei, heyrðu, ég kannast hér. Jú, þetta er að...
Getur eitthvað blístrað? Má ég vinsamlegast biðja ykkur að fá okkur sæti því við förum að byrja alveg innan tíðar. Heyrist ekki í mér, en ég hef aldrei verið sökuð að vera lágmælt kona. Heyrið þið aftur, sko, en það þarf eiginlega að vera, það eru ekki allir jafn rómsterkir og ég. Heyrist í mér aftast? Já. Ég trúi ekki, heyrðu, hún heyrir ekki í mér. Þetta nú sagði, já, hún skáldkona. Já. Það nú ætlum við að hefja dagskrána eftir hlé og ég veit að hún verður jafn stórkostleg og skemmtilega eins og fyrir hlé. Og fyrsta á svið ætla ég að bjóða Olgu Guðrúnu Árnadóttur. Gjörðu svo vel. Til hamingju með daginn, elsku Dísa mín. Dásamlega, ævintýralega vinkona sem ég svo þakklát fyrir að hafa kynnst og hefur auðgað líf mitt, ekki bara með bókmenntum, heldur ekki síður með einstakri vináttu. Ég var beðin að lesa hérna eitthvað pínlítið upp úr bók að eigin vali. Okay. Og ég tók þessa bók hérna, Kattabókina, Trúir þú á töfra, sem afskaplega töfrandi bók. Hún kom út, hvenær kom hún út? 2011. Og ég gerði eins og fleiri sem hér hafa lesið upp. Ég opnaði bókina á ákveðnum stað og ég tók hana, hún opnaðist á nákvæmlega réttum stað. Þetta 7. kafli í þessari sögu Nínu Bjarkirnar, Nínu Björk 12 ára stúlku sem elst upp í því sem Kristín Ómarsdóttir nefndi áðan svo snilldarlega mannhannaðri nauðungarbyggð í norðri og á bakvið og í gegnum alla þessa sögu Nína Björk heitin skáldkona. Og ég hef nú lesturinn. Ég stödd í draumi sem tekið hefur völdin og ég á ævintýri í vændum. Að því loknu vakna ég auðvitað eins og ég vön, vitandi sem að það ekkert vittlausara en að halda sig vera svífandi fís í niðamyrkri bjartrar sumarnætur. En röddin sem ég heyri greinilega ekki sammála mér, því hún æsist við þessa hugmynd mína. Hún verður sífellt sterkari og erindið skýrara. Þú ekki í draumi. Þú í tóminu þar sem hugmyndirnar fæðast og þú skalt gæta þess að þeir sem öllu stjórna get ekki skapað og endurskapað þar sem þú sérð, þar sem þú hugsar og segir. En farðu varlega, gáðu að hverju orði og fórnaðu öllu sem þú þarft til að sjá við þeim. Þeir munu einskis svífast. Þeir hafa alltaf notað öll hugsanleg brögð til að knésetja fólk í gegnum aldirnar Nína. Þú munt því þurfa að vera á varðbergi. Vertu alltaf skrefi á undan þeim. Gættu þess. En núna skaltu svífa frjáls þangað til þú finnur það sem þarf. Leitaðu jarðarinnar og málaðu jörðina til að aðrir sjáu það sem þú sérð. Til að aðrir trúi þér og vakni. Ég ekki að tala þá sem öllu stýra og stjórna.
Ég er að tala um hina, þá sem búa úti, fólkið þar. Ég var ekki nógu séð, ekki nógu slæg og lúmsk og ég settist á bak hins svarta fáks og rödd mín hljóðnaði eins og raddir svo margra annara. Þú verður að vera slæg, Nína, lúmsk, Nína. Ég veit að þú vilt ekki lenda í klóm öryggis þeirra, í krika frelsis þeirra. Þar svíður undan skítalyktinni skal ég segja þér. Þú verður að brjótast hérðan út, þú verður að finna leiðina hérðan og taka til fótana. Og þótt þér finnist allt brenna og fuðra þegar þú lítur við, snúðu þá ekki tilbaka. Snúðu aldrei aftur, vertu aldrei stólpi. Trúðu ekki á logana, trúðu ekki á sjónhverfingarnar. Þær eru engir töfrar. Þeir sem ætla að éta þig vilja að þú trúir á eldin. En ekki gera það. Ekki trúa á eldin sem þeir kveikja. Þeistu út í heiminn, nafna mín, og fyndu frelsið. En fáðu þér annan hest, ekki þann svarta svarta, ekki þann svarta svarta. Hafðu hann til reiðar. Fyndu annan til að ríða á héðan, til að þeysa héðan burt. Með þá báða til taks er þér borgið. Það tekur þá enginn frá þér, það breytir enginn þeirra hneggi og frísi. Enginn mun geta sigrað skáldafákana. Síðustu orðin, það breytir enginn þeirra hneggi og frísi, þeir mun aldrei geta sigrað skáldafákana, endur tekur nafna mín hvað eftir annað og röddin verður kuldaleg og djúp, hún svo þagnar og allt hljóðnar og ég veit að ég verð róleg. Ég veit að óttinn fer, veit að draumnum líkur, auðvitað er þetta draumur og ég mun vakna upp í risherberginu mínu í litla hvíta húsin okkar og finna kunnulegan ilminn þar og ég mun lesa ljóðlínurnar hans Jóhannesar úr Kötlum hina öru frjóu sköpun eins og ég er vön og finna fyrir andvara lífsins sem ég þekki. Já, ég mun vakna inn í bjarta sumarnóttina, horfa á rósetturnar í loftinu á risherberginu mínu, finna ilminn af kúmeni og sykraða morgunbrauðinu sem mamma bakaði í gærkvöldi og ég mun teygja mig inn í nýjan dag og finna hversdagslegt lífið strjúka mér blíðlega. Allt þetta mun gerast. En þangað til ég vakna ætla ég að njóta draumsins og þegar ég hef nautnin á valdi mínu gerist allt sem ég vil sjálf að gerist. Ég get sigrað, en til að sigra þá sem stofnuðu til bardaga í draumum mínum verð ég að sigra óttan, kvikindið á honum. Og ég mun fara að ráðum nöfnum minnar og finna mér annan hest en þann svarta og á honum mun ég ríða hérðan. Ég mun þeysa á reistum hesti út í svellandi heiminn fyrir utan, þeysa inn í regn og sól með þann gljáandi svarta til reiðar. Þetta mun ég gera. Þangað til mun ég leita og njóta. Og nú sóla ég rólega í myrkrinu og nýt léttleika míns og þá birtast mér allt í einu ótal starandi augu. Þau verða glóandi stjörnur í myrkrinu og þau eru blá og græn og svört og gul og hreyfast eins og ótal logandi hringir yfir mér og undir mér og allstaðar. Þetta eru kattaraugu, hvílík birta. Og að vörmu spori úir allt og grúir í kringum mig af eldrauðum köttum sem svífa í loftinu eins og ekkert sé eðlilegra. Kannski heldur ekkert eðlilegra. Þeir kútveltast og steypa sér, flögra og dansa, leika sér og fljúast á, reyja sig og teygja, derra sig og ybba, steyta sig og hlæja, hvæsa og kurra. Og þeir eru hálslangir og langhala og rófulausir og tágrannir og allsberir
og uppáklæddir og vængjaðir og hornóttir og hárlausir og brúskaðir og krýndir og gylltir og silfræðir og gjörsamlega óteljandi og alls konar og allir sem einn án nokkara einustu veiðihára og þeir góna á mig. Kærar þakkir, Olga Guðrún. Næst á svið Bergljót Soffía Kristjánsdóttir. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Íslendingar hafa á köflum í sögu sinni verið svo púritanskir að það hálfa væri nóg. Þeir hafa til dæmis ekki geta bölvað nema verða guðfræðilegir, andskotans, helvítis, djöfulsins og hafið þeir neyðst til að víkja kynlífi hafa þeir jafnvel byrjað að tala tungum. Sigurður Nordal greip til dæmis til ítölsku þegar hann þurfti að ræða getuleysis Egils Skallagrímssonar. Þessi púritanismi hefur að ákveðnu marki snúist í andhverfu sína á nýrri öld, en þegar Lendar elskhugans kom út árið 1991 var hann að mestu enn við lýði í íslenskum bókmenntum. Bókin var margföld uppreisn og tímamótaverk á ýmsa lund. Vigdís hefur verið flestum iðnari við að lesa konur í hópi íslenskra skálda og rithöfunda inn í verk sín. Í Lendunum sækir hún innblástur til alþýðukveðskapar, svokallaðra sagnakvæða, en yrkir sjálf nútíma frásagnarljóð og fellir sumpart að hefð þeirra. Þar með minnir hún lesendur á nafnlausu konunnar sem ætla má að hafi fyrr á öldum ort sagnakvæði, svo ekki sé talað Steinunni Finnsdóttur sem orti rímur út af þeim á 17. öld. Lendunum fylgir með öðrum orðum að þræddur þráður milli aldanna til að setja kvennabókmenntir í fyrirrúm. Jafnframt les Vigdís þá ljóð sjálfrar sín inn í hefð óvenju uppreisnargjarnra kvæða, þar sem einni konu með fjölkingi breytt í hund en annarri í vömb. Það eru örlög sem margar konur hafa þurft að þola alveg fram á þennan dag, enda ekki tryggt að kallarnir sem til þarf vilji létta af þeim álögunum. Skömmu eftir að Lendarnar koma út ræði Vigdís í viðtali sérstaklega eitt af sagnakvæðunum. Hún nefnir það ekki með nafni, en ljóst að hún að tala Kötludraum. Í því kvæði verður Katla húsfreyja á Reykhólum barnshafandi að manni sínum fjarverandi. Hún segir frá því að konan okkur hafi í draumi leitt hana á fund huldumanns sem hún hafi sængað hjá. Í framhaldinu gengur hún svo með barnans í vöku og elur það og fær eiginmanninn til að gangast við því. Það besta við þessa sögu að kallinn trúði henni, segir Vigdís í viðtalinu. Við það má bæta að enda þótt sagnakvæðin eigi sér líklega rætur í munnlegri geymd, hafa ýmsir talið að Kötludraumur hafi verið ortur eftir að Stóradómi var komið á. Uppreisnin sem felst í því að lýsa framhjáhaldi sem álfasögu í draumi væri þar með ekki hversdagslega ófyrirleitin og áhættusöm og það einmitt slík uppreisn sem Vigdís tekur sér til fyrirmyndar. Ýmis sagnakvæðanna tengjast þekktum sögum í lausu máli, til að mynda álfa- og stjúpusögum, svo að ástæða til að spyrja hvort Lendar elskugans byggja á einhverju sögu og þá hverri. Svarið við því afhjúpar uppreisnina enn frekar. Í Lendunum sögð sagan sem mátti lengst af ekki segja. Saga af leit, efa og ást sem hefur ýmsar markalínur samfélagsins að engu.
Sitthvað hefur verið skrifað ljóðsögu Vigdísar og ekki alls fyrir löngu var hún túlkuð sem ádeila á hvernig samfélagið hefur komið fram jafnt við náttúruna sem konur. En hér langar mig að fara öðruvísi að, snúist lendarnar leit Eva og Ást, eru það ekki bara persónur í ljóðinu sem taka þátt í leitinni, heldur lesendurnir líka. Og ég ætla að taka tilhlaup að því að hugleiða hvað þeim getur dottið í hug við lesturinn. Ég get auðvitað bara tekið örfá dæmi hér, bara sagt hálfa sögu, en ætla þó að stikla líka á ákveðnum megineinkennum ljóðsins. Einkunar orðu ljóðsögunar skýra nokkuð hvers konar sögu er að ræða. Þau eru sótt til Þorsteins frá Hamri í ljóðið Sköpunin 1. Með því er ýtt undir að lesendur hafa engu þá sköpunarsögu Vesturlanda sem hefur verið viðtekin aldir og þar með guðlegan uppruna tveggja kynja. Þeir eru líka myndir á að það getur verið til óþurftar, að ætla sér alltaf að skilja allt milli himins og jarðar. Vigdís hefur jafnan skipað innsæinu og tilfinningunni ofar skilningnum og staðreyndunum þótt hún kunna meta hvort tveggja. Hún hefur líka verið talsmaður þess hve mikilsvert sé á tímum vísindahyggju að menn geri alltaf ráð fyrir hinu óræða en vísi því ekki út í hafsauga. Hún neitar í stystu máli að hafna þjóðsögunni, mýtunni og ævintýrinu. Í lendunum eru þau líka nálæg ásamt völdum skáldskap frá seinustu öldum. En þau eru þá síst af öllu nýtt til að rækta viðteknar hugmyndir, þau eru endurskoðuð eða lesendum gefið kostur á að endurmeta þau. Leit ljóðmælandans sem ég ætla bara að kalla Dísu ræðst af því að hún heyrir rödd framliðinnar konu sem ákallar jarðbundna vinkonu sína sem hún elskar og þráir. Sú jarðbundna heyrir ekki neitt en ákallin hafa djúp áhrif á Dísu. Hún finnur til með henni framliðnu og reynir að styðja hana, uns röddin líkamnast fyrir sjónum hennar og segir henni brot af sögu sinni. Ekki dregur það úr áhrifum orða hennar og þegar svo framliðna ákallar Dísu sjálfa verður hún við ákallinu. Því yfirgefur hún bæði elskhuga sinn og börn og leggur ein af stað yfir sléttuna miklu. Fyrr hefur hún spurt, hvað er hér? Þessi jörð, þessi himinn, ég. Þá svaraði hún bara neitandi en fer nú að leita þess sem er. Við upphaf ljóðsögunar þegar Dísa stígur fram eru mýtan og ævintýrið strax innan seilingar. Enn reika ég spegilfagðan turninn sem mennirnir reistu efanum. Turninn sem settur á oddinn með þessum orðum er margrætt tákn. Ætla má þó að ýmsum detti í hug bæði einangrun og kúgun kvenna þegar turn er nefndur og þá leiti sagnir allt frá fornu mýtunni Dana í móður Perseusar til stúlkunar í turninum Jónasar Hallgrímssonar á. En þetta er ekki venjulegu turn, heldur turn efans sem tengist á sérstaklega skynseminni. Auk þess sem mennirnir í fleirtölu hafa reist hann, kannski öld eftir öld. Því læðist máski að einhverjum sá grunur að hann sé líka eins og hver önnur brottsúla, tákn karlmennskunnar sem markar enn menninguna og þangaganginn. Og af því að turnin er spegilfægður, ef til vill jafnt að utan sem innan, sjá þeir sem í honum eru, kannski fæstir annað en sjálfa sig. Upphafsorð ljóðsins eru þrítekin. Þau skipta textanum í 2 hluta. Í fyrri hlutanum talar hinn framliðna einkum til jarðbundnu vinkonunnar. Í hinum seinni ákallar hún Dísu sem bregst við og hleypur þá meira að segja framhjá turninum. Í lokin er hún þó,
Í lokin Dísa þó aftur stödd í honum, enda spíraltíminn sem einkenndi samfélög fyrri tíma ríkjandi í ljóðinu með tilheyrandi endurtekningum sem eru þó ekki samar, heldur nýjar í krafti ólíks samhengis. Sjálf endurtekningin sem stílbrigði svo eitt af þeim einkennum lendanna sem ljær þeim yfirbragð þjóðkvæða og sagna. En það gerir Dísa að sínu leyti líka. Rétt eins og persóna í þjóðsögu heyrir hún rödd að handan. Þegar sú hljómar fyrst, einkenna fegurð og ljóðræna það sem hún segir. Stígum lífsvalsinn mjúka aftur og stráin lifna, vökum og kætumst, elskumst í villtri jörðinni. En Vigdísi engar lagið að miðla óhugnaði og ógn í líki hins fagra. Orð hinnar framliðnu hljóma eins og í draugasögu undir nýkveiktu tungli. Og tilgangur hennar sá sami og djáknans á Myrká að lokka elskuna í gröfina. Hún vil njóta hennar í jörðinni, ekki á henni. En nú hefur hlutverkum og inntaki draugasögunar þó verið skipt. Viðfangið ekki bara kona, heldur gerandinn, afturgangan og ástin samkynhneigð. Það vekur lykil spurningu. Breytir það einhverju ef konur láta sér nægja að yfirtaka hlutverk karla? Spurningin vekur óöryggi framhaldið, en kannski læðist sá grunur að einhverjum að það gæti nokkru skipt hver konan og hvernig hún stendur að verki. Lesendur sjá að jarðbundna vinkonan sem sú framliðina elskar gengur líka í karlmannshlutverk. Hún í óðaönn að smíða lykil að hálfhrundu húsi sem reynist vera húsi þar sem það stöllur nutu ásta. Sú jarðbundna stendur nú við steðja og hamrar heitt járn eins og karlarnir hafa oftast gert. Járnið eitt kann að vekja óhug sem ofbeldistákn en við bætist að milli smíðana skálar sú jarðbundna við fólkið í turninum sem heyrir ekki fortíðarröddinni frekar en hún. Þar með verður næmi Dísu til þess að hún einangrast. Fólkið í turninum heyrir hana hvorki né sér, ekki fremur en á framleiðinu svo að hún hleypur frá því. Ég skynjaði nið tímans og moldarinnar, ég skynjaði mátt lostans og ákalsins, segir hún. Og þegar hún lýsir líðan sinni og hefur eftir áköll hinnar framliðnu, lesendum svift víða söguna og hreyft við ýmsum þöngum þeirra og kendum. Dæmi má taka því þegar Dísa reynir að styðja þá framliðnu og leitast við að fá jarðbundnu vinkonuna til að hætta lykilsmíðinni. Það ber engan árangur. Ekki heldur þó hún brýni vinkonuna með klakahöllinni, þar sem vegvilltar konur gefa tunglinu nekt sína og öggva. En brýningin getur hrynið þannig á lesendum að þeir sjáu fyrir sér ýmsar hallir. Til að mynda höllina í smásögu Scotts Fitzgeralds The Ice Palace og skynji aftur dauðan sem lýsir þar af öllu, svo ekki sé talað skáldsöguna Klakahöllina eftir Tarjei Vesaas. Einhverjum hlýnar kannski ögn þegar hann hugsar hana og rifjar upp ungar ástir tveggja lítilla stúlkna, Unn og Sis, ástir sem eru ekki lesbískar en svo einlægar og innilegar að þær gera mæri í ástamálum afkáraleg. En hlýjunni í þeirri sögu fylgir nístandi kuldinn þegar Unn litla villist og deyr í forvitni sinni þessa makalausu höll og Sis stendur ein eftir og stríðir við að lifa. Spenna andspænis framhaldinu kynni því að ná tökum á einhverjum. Annað dæmi klæðnaður framliðnu konunnar. Hún í hvítum kjól þegar hún birtist Dísu. Það hefur verið túlkað svo að hún sé sama persónan og stúlkan á ströndinni Ég heiti Ísbjörg, en hana kallar aðalpersónan þar blekkingu sína.
Hvíti kjóllinn gæti þó einnig verið líkklæði hinnar framliðnu, auk þess sem maður gæti minnst hvítklæddu konunnar hans Wilkie Collins. Þar eru ýmsar persónur á taugum og kvenlegi karlmaðurinn í hópi þeirra segist ekki vera neitt nema taugabúnt, klætt upp eins og karlmaður. Óöryggið og kvíðinn gæti færst yfir á mann við minninguna og bæst við gottneskan óhug sem búið að smokra inn í mann með afturgöngu í líkklæðum. En eitt af ísmegilegast í ljóðsögunni hvernig mýtum lætt að lesendum. Þar sem lendarnar eru frásögn af ástum, eru blóm og jurtir ríkt einkenni þeirra, enda eru þau einatt talið staðfesting ástar, jafnt í gleði sem sorg. Áður en Dísa leggur upp í leit sína segir hún: Ég akurliljan hvíta, ég akurliljan hvíta og stend ein á breiðum ósánum akrinum. Akurliljan, sem nú kölluð lilja vallarins í þýðingu á Matteusar guðspjalli, sú sem Jesú vildi að mennirnir tækju sér til fyrirmyndar. Sú sem vinnur hvorki né spinnur, heldur lifir bara og og angar. Seinna renna draugasagan og ein kraftaverkasagna Biblíunnar saman, þegar sú framliðna talar til Dísu. Manni stendur kannski ekki alveg á sama þegar draugslegar endurtekningar dynja á hlustunum: Taktu sæng þína og kúrðu þig á gröfinni þar sem bein mín bíða þín, bein mín munu bíða þín. Fleiri vísanir til Biblíuna mætti taka, en í stað þeirra ætla ég að nefna vísun hinna framliðnu til Tagore. Í einu ákallinu til vinkonu sinnar segir hún: Ég mjaltastúlkan í ástarljóðum Tagore og drekk sæta mjólkina af vörum þínum. Sleppi maður því hvaða dillar manni að íslenskur draugur skuli bara svona vitna í indverskt Nóbelskáld, kveikir sjálft þjóðerni skáldsins ósjálfrátt þanka annan menningarheim. Á Indlandi hefur kyngreining aldir verið önnur en á Íslandi og margar indverskar mýtur tengjast þriðja kyninu svokallaða sem hvorki kall né kona. En hvað með norræna mýtur í ljóðinu? Þegar Dísa fer að sléttunni verður ljóðsaga hennar súrrealísk og þar mögnuð frásögn af dverg sem spennir greipar hálsinn á særðu dýri sem drúpir höfði í svarta rós, á bringunni men sem glóir. Dvergur og men vísast upp gamla mýtu í huga ýmissa lesenda, frásögnina af Brísingameni, djásninu sem Flateyjarbók segir að Freyja hafi fengið hjá 4 dvergum í skiptum fyrir að sofa hjá hverjum þeirra eina nótt. Hér atburðarásinni þó lýst á annan veg. Hún orkar sem nauðgun og menið Freyju, ekki dverganna. Missirinn og sorgin sem lýsir af svörtu rósinu blandast ekki bara hrollinum sem fer mann við framgöngu dvergsins, heldur bætir ljóðið í. Ég horfi á hann, grípa menið, grípa og slíta og éta, gleypa svo höfuð dýrsins. Þessi erindi eins og áminning ofbeldi lítilla kalla í gegnum söguna og gætu því orkað sem hvatning til lesenda að breyta gangi hennar. Það því við hæfi að láta þau verða síðasta dæmi mitt í dag. Hjartans þakkir Bergljót og næst á svið hún Hanna Óladóttir. Gjörðu svo vel. Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér að koma og lesa hérna upp til hamingju með daginn, Vigdís.
Ég var eins og komið fram, við sem voru beðnar að lesa eitthvað úr verkum Vigdísar sem máttum velja. Og ég var svona að velta þessu fyrir mér og ég menntaður málfræðingur. Þannig að það höfðaði svolítið til mín að lesa upp á bókinni Frá ljósi til ljós. Og þá hefði ég getað lesið kaflana Sterkasta sögnin, njóta, veikasta sögnin, skilja. En svo frétti ég það að Vigdís henni fyndist ekkert leiðilegt að vera lesið upp úr barnabókinni Gauti vinur minn. Og það þótti mér bara upplagt þá að verða við þeirra ósk á þessum degi, að þetta nú dagurinn hennar. Og ákvað, ég yrði nú samt útvega með bókina náttúrulega og fer í beinustu leið í bóklöðina og kemst að því að bókin í geymslu. Og þar þurfti ég að sannfara ungan bókavörð það að ég ætlaði alls ekki að lesa þessa bók mér til skemmtunar. Ég ætlaði alls ekki að lesa hana fyrir barn og því til gleði, heldur ætlaði ég að rannsaka hana. Og það tókst að endanum að sannfara mannin þetta með hjálp skáldkonu sem vinnur þarna líka. En eins og þið vitið, ef maður fær lánaða bók þá þarf maður að skila henni. Og mér langaði svo til að eiga þessa bók. Þannig að ég fór nú að leita og á endanum, ansi heppin, í bókakaffinu Ármúla, þar fekk ég bara fyrst loforðum bók. Hún væri nú reyndar ekki til. Það væri búið að lána hana. Ég sagði, þetta ekki bókabúð? Þetta ekki bókasafn? En þá var hún sem sagt að væri verið að mynda hana fyrir einhverja heimildamynd. Ég segi ekki meir. Ég sem sagt fæ þessa bók og hún árituð til Elísabetar frá Helgu Lilju jól 96. Og núna ætla að halda að ég hafi stólið henni. Sem að kannski, já, ég borgaði alveg 1700 krónur fyrir hana. En þessi bók yndisleg og bara þessar hremmingar mínar við að reyna að hafa upp á eintaki, það bara sýnir að það þarf að endurútgefa hana. Því hún er sannarlega elst vel og hún á erindi við börn og fullorðna vegna þess að þetta yndislega ævintýri saman við það fléttast alls konar efni sem að foreldrar geta rætt við börnin sín og hvert við annað. Vegna þess að eitt tema til dæmis leyndarmál. Maður eigi ekki að byrgja hluti inni og maður eigi ekki að geyma leyndarmál innra með sér. Og ég ætla einmitt að lesa hann Gauti, hann semst 5 ára og þetta ævintýri hans og Beggu vinkona hans sem fullorðin, póstburðarkona og þau lenda í miklum ævintýrum, meðal annars fara þau í Bláa landið og þar hitta þau hann manna og til þess að leysa hann úr álögum þá þurfa þau að segja leyndarmál. Og mér langar svo til að lesa leyndarmálið hans Gauta. Það þess draumur, eða öllu heldur, það nú eiginlega martröð. Mig dreymir, og þetta Gauti sem talar, mig dreymir að ég siti við gluggann minn heima hjá mér á Njálsgötunni. Ég sit og ég að bíða eftir að mamma kom heim úr vinnunni. Það eru margar klukkur allt í kringum mig og það eru allar að verða 5. Ég veit að það eiga að hringja klukka 5 og þá að ég sjá mömmu ganga fyrir hornið á róluvellinum. Ég hlakka til að sjá mömmu og ég hlakka til að sjá hana vinka til mín. Ég byrja að telja mínúturnar og það eru 2 mínútur þangað til ég að sjá hana. Ég rek nefið í gluggarúðuna og svo rek ég líka út úr með tunguna og sleiki rúðuna pínlítið. Því ég búin að gera það 3 sinnum, þá líti ég aftur á klukkurnar. En mér bregður í brún því það eins og tíminn hafi ekki liðið. Klukkurnar vantar ennþá 2 mínútur í 5. Þetta finnst mér furðulegt. Hvernig getur eiginlega staðið á þessu? Ég stekk niður úr glugganum og geng fram á ganginn og allt í einu finnst mér eins og þetta sé alls ekki gangurinn heimi á mér. Hann miklu stærri og mér finnst þetta ekki vera neitt gangur, heldur heljarstórt hvítt hól eins og í höllum. Ég verð alveg steinhissa og ég verð ennþá meira hissa því ég sé að þetta stóra hallarhól líka fullt af klukkum og þar vantar allar 2 mínútur í 5. En hvað það skrítið að tíminn skuli alls ekki líða. Ég horfi í stóran spegil sem stendur skyndilega fyrir framan mig en var þar ekki áður.
Þetta er örugglega einhver undraspegill, því ég sé ekki sjálfa mig, heldur furðulega lítinn kall með snúið hár, snúið nef, snúin eyru, undarlega rauðan munn og eldröða tungu sem logar þegar hann talar. Hann horfir á mig í gegnum spegilinn og segir, ertu að bíða eftir henni mömmu þinni? Já, ég er að bíða eftir henni mömmu minni, segi ég. Af hverju ertu alltaf að bíða eftir henni mömmu þinni, segir hann. Af því ég hlakka svo til að sjá hana, segi ég. Og ertu viss að hann komi, segir hann. Auðvitað er ég viss, segi ég. Ertu nú viss og sértu viss, segir hann. Já, ég er alveg viss, segi ég. Og mér er farið að líða dálítið illa því að mér finnst spurningar svo skrýtnar og svo heldur tíminn áfram að vera stopp. Og ég kannast ekkert við þetta stóra hvíta hallarhól sem er komið í staðinn fyrir ganginn heimi á mér. Og ég ákveða ganginn í stofuna til að gá hvort hún hafi breyst líka. Því ég kem þangað inn, sé ég að hún er alveg eins nema það er ekkert inn í henni. Ekki einn einasti stóll, ekkert. En á miðju gólfinu er spegillinn allt í einu kominn og því ég stend fyrir framan hann sé ég litla kallinn aftur og hann er allur voðalega skrítinn á svipinn og snúnar en hann var fram í hólinu. Ertu hissa að sjá mig hérna líka, segir hann. Nei, eiginlega ekki, svarar ég. Geturðu sagt mig hvað klukkan er, spyr hann. Ég líti kringum mig, leið sé ég hvar klukkur skjótast út úr veggjónum í kringum mig og þar vantar allar 4:05 eins og áðan. Þú getur sjálfu séð að klukkuna vantar 4:05, segi ég. Nei, ég get ekki séð neitt nema þig og ég sé ekkert út fyrir glerið. Hvað ertu að gera þarna inni í speglinum, segi ég. Ég var heima hérna, segir hann. Það hlýtur að vera skrítið að heim í spegli, segir ég. Ég var heim í öllum speglum sem þú lítur í, segir hann. Ég hef nú ekki séð þig áður, segir ég. Þú sér mig alltaf þegar þú lítur í spegil, en þú heldur bara að þú sjáir sjálfa þig. Stundum breyti ég mig nefnilega í þig og það er ég sem kem alltaf þegar þú lítur í spegil. Það finnst mér leiðinlegt, segir ég og er með kökkin í hálsinum af því ég er að verða hræddur. Ég verð alltaf hræddur við það sem ég skil ekki. Og leið og ég finna að ég er að verða hræddur þá hverfur spegillinn en ég heyri röddin snúnakall sem segja Hlauptu nú út og reynda að finna hana mömmu þína ef þú ætlar ekki að týna henni. Ég flýti mér aftur inn í herbergið mitt og þýt upp í gluggakistuna og sé nú að klukkan er allt í nota 6. Tíminn er liðið og hann hefur liðið hratt. Þá eru dimmt úti og mamma er ekki komin heim. Ég klæði mig í og hleyp út á götu. En þegar ég stend á götunni þá breytist hún allt í einu og verður gríðarlega stór tún og ég sé ekkert lengur sem minnir á Njálsgötuna mína. Og ég veit að ég verð að hlaupa og finna hana mömmu mína eins og kallinn í speglinu sagði. Svo byrja ég að hlaupa en ég hitti engan og sé ekkert nema þetta tún og kolsvart myrkur framundan. Ég byrja að kalla mömmu eins hátt og ég get en fæ engin svör. Þá sé ég allt í einu grilla eitthvað framundan eins og svart stórt brauð eða pínulítið fjall. Ég hleyp þangað og sé þetta brunnur. Ég kíki niður brunnin og sé ekkert boss og ég ákvað að kalla mömmu. Mamma, 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 kalla ég og heyri bergmálið. En svo er þessi heyri ofurlátt hljóð sem skríður upp á barminn og brunninu. Gauti, Gauti, Gauti. Og ég veit að mamma er ofan í brunninu. En þegar ég ætla að teygja mig til hennar og bjarginni, þá vakna ég. Og núna hef ég sagt ykkur leyndarmálið mitt. Þetta er draumurinn sem ég dreymir á hverri nóttu. Og ég vona bara að ég hafi hjálpað þér eitthvað manni minn, sagði Gauti lágt og leit niður og tagnar á sér. Veistu nokkuð af hverju þið líður svona illa þegar þið dreymið þennan draum, Gauti, spurði manni. Og hausarnir á honum voru báðir mjög blíðlegir, hann sést með 2 hausar. Auðvitað, og þetta er í Bláa landinu. Já, það er að ég get ekki hjálpa mömmu, segir Gauti. En núna ertu kannski búin að hjálpa sjálfum þér, segir manni. Það er ekkert að mér, segir Gauti. Það er ekkert lítið eiga svona hræðilegt leyndarmál, segir manni. Finnst þér leyndarmáli þá svona voðalegt, manni, spurði Gauti. Ég skil vel að þú skuli vakna hræddur og sveittur af því þú ert svo hræddur að missa hana mömmu þína. En þú skalt ekkert vera hræddur hana mömmu þína. Hún spjara sig. Því lofaði þér, segir manni. Ég er stundur hræddur að mamma kom ekki heim, segir Gauti. Vertu ekki hræddur það, sagði manni. Og báðir hausarnir brostu til Gauta. Og mundu að geyma ekki leyndarmálin í sálinni því þá geta þau breyst í vonda drauma sem elta þig á röndum á nóttunni og þá verður þau hræddur við það sem hún þarft ekki óttast, sagði manni. Takk fyrir. Hjarta
hjartans þakkir Hanna, en ég vildi óska þess að þú hefðir stólið bókinni því það er ekkert eins stórkostlegt eins og að bókinni manns er stólið. Ég býð eftir þessu, en allavega næst á svið er Sigríður Halldórsdóttir, gjörðu svo vel. Komið sæl og sæl, jú, það eru nokkri karlmenn sem eru ekki heima, baka. Já, ertu byrjað að baka? Nei. Já, það sem að ég svo sem eins og gerði mér litla grein fyrir hvað málþing er og enn minni grein hvað heitir erindi. Þá skrifa ég hér 2 stuttar svipmyndir af henni Vigdísi Grímsdóttur vinkonu minni. Ég ætla eingöngu að segja nokkur orð vinkonu mína, Vigdísi Grímsdóttur, konu með stóran faðm og óendanlega umhyggjusemi. Hún er fyrst á fætur og sú sem tekur síðast á sig náðir. Hún er íslensk fornkona, sterk og áræðin. Ég sé alltaf myndin af henni fyrir mér þar sem hún arkar út í bylinn, norður á ströndum og löng pilsin og sjölin flaksast í kringum hana í bylnum. Þar til hún hverfur í hann, hnarreist og ég hugsaði, hvað getur verið svona áríðandi fundur hér í þessu dómadags fábreytta samfélagi sem rekur svona dömu út í ösku þreifandi bil, fótgangandi. Það er nefnilega það. Það er samviskusemi og á öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Í þessu tilviki er það skólinn, barnaskólinn á Finnbogastöðum. Hann er í Trékyllisvík aftur á móti. Vigdís, kennarinn sem elskar þessa örfáu nemendur sem henni er trúað fyrir. Loksins heyrðist í dráttarvél fyrir utan. Þar var kominn sveitungi Vigdísar og var með dráttarkerru, einhverja skítakerru og einhverja poka og hrúur og 7 nýskotna refi. Óskup fallegar íslenskar tófur. Og upp úr þessu steig Vigdís og klofaði tignarlega niður úr kerrunni. Hárið og varaliturinn perfekt. Þakkaði hlýlega fyrir farið. Maðurinn vildi sérst ekki kaffi, já, það er gott. Í eldhúsinu dró hún poka upp á pússi sínu. Takk fyrir, pokinn var fullur af spriklandi nýjum þorski og ýsu. Allt hreinsað og fínt, með kveðju frá honum Gunnsteini, sjómanni og bónda nágranna í Norðurfirði. Þá var nú gleði hjá einsettu kettlingum í Hótel Norðurfirði. Í byrjun mars kveðjumst við á alþjóðaflugvellinum á eða í Gjögri. En áfram þurfum við að halda áfram með elskuna hana Draumu sem vorum að skrifa saman, eða Vigdís aðalega. Nú er komin júní og Vigdís kemur okkur fyrir í rithöfundarresidensíunni á Eyrarbakka. Þar skein síðdegi sól á kofan og voldugar þvottasnúrur stóðu fyrir framan húsið. Og við sáum okkur í anda hengja þvottasnúrurnar og brjóta svo allt saman ilmandi af sólskini á áliðnum degi. En svo fór að rigna. Og þarna fyrsta kvöldið
strax og það ringdi án afláts í hálfan mánuð. Sum sé allan tíman sem við vorum þarna. Við urðum að finna okkur eitthvað til afþreyingar að álinnum dögum annað en þvottadæmið. Vigdís var mjög spennt fyrir húsasmiðin á Selfossi. En fyrst var það Nettó að kaupa mat sem hægt var að elda á 2 hellum í 2 pottum. Engin ofn var í residensíunni en 1 lítil panna. Svo var það húsasmiðjan á Selfossi. Ég var voðalega spennt hvað Vigdís ætlaði að kaupa þar. Kannski borvél eða höggbor. Pallahefn og skjólvegg í stíl. Starfsmennirnir dönsuðu í kringum þessa fögru og framandi konu með dimm gleraugu og kolsvart hár. En nei takk, hún þurfti enga aðstoð. Hún fór að kassanum og greiddi varning sinn. Hvað keyptirðu, spurði ég, svolítið vonbrigði, svo lítill pokinn. Bara lakk og nokkra túspenna, smottir í. Svo erum við sestar við eldhúsborðið, hvor á móti annarri og taktu eftir, Kristín mín Ómarsdóttir, eldhúsborðið. Hvor á móti annarri og ræddum saman hitt og þetta í bókin okkar. Ég sá Vigdís var eitthvað að pukrast bak við stóru tölvuna sína. Já, hvað ertu að gera? Ég bara teikna. Ég stend upp að skoða. Hún að teikna með svörtu tússi, örfínar myndskreitingu á sjálft borðið. Ert þú orðin eitthvað verri, segi ég. Hvað heldur að rithöfundasambandi segir? Hún skellir hlær djúpum innilegum hlátri og segir að rithöfundasambandið fái sér bara nýtt eldhúsborð í rúmfattalagernum. Yes. Góða nótt, elskan. Ég ætla að dunda mér aðeins áfram. Næsta dag, ekki morgun, þegar ég kem inn í eldhús og stofu og svefnstæði Vigdísar, þetta var allt svona eins og ein baðstofa eða eitthvað, hún hvergi. En mér verður starsýnt á eldhúsborðið. Það alskreitt örfínni svartri blúndu, svo fínlegri, myndi mig á kínverskar klippimyndir sem mamma hefði fengið í Kína í gamla daga. Næst kem ég auga á blómvöndin sem okkur hafði áskotnast. Hann var orðinn fagurlega djúp túrkisblár frá toppi til tár. Mikið ofboðslega var þetta fallegt. Blómvöndurinn stóð þarna lakkspreyjaður. Þurfti aldrei framar vatn og blómin höfðu reist sig upp. Myndu aldrei fölna og visna. Við eigum borð klukkan 6 í Rauða húsinu. Humar, það passa vel. Við Vigdís gefur blasketland inn. Já, þá get ég lagt borðið rétt með áður en við förum. Æjá, mikið gæfi ég fyrir þetta borð ef hægt væri að nálgast það. Ég myndist á borðið við hana fyrir stuttu og hvar það væri. Það auðvitað löngu farið á haugana. Vissi rithöfundafélagið að það var að henda verðmætum. Eina fallega húsgagninu í kofaræksninu. Elsku Vigdís mín, næst þegar við förum í orlofshús, þá veljum við hús þar sem þú getur skrifað
Ég verður innanhanda með þvottinn og málaða vild. Einhvers staðar þar sem sólin skín. Pant hafa Maríu með. Takk fyrir. Hjartans þakkir, ég vona ekki að verði á ykkar og næst það Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Halló, góðan daginn, til hamingju með daginn, Dísa mín. Já, ég heiti Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, ég er alltaf kölluð Fríða og ég er líka dóttir hans Sigga. Ég er stóra systurinn Steinunnar sem talaði hérna áður. Takk kærlega fyrir að bjóða mér að vera með. Ég á náttúrulega flesta bækurnar Dísu og það er mömmu og pappa að þakka því þau gáfu okkur alltaf bækurnar áritaðar, þannig ég á þær áritaðar með sínum sólum og tunglum og stjörnum, eins og þið þekki kannski mörg. En það hefur, já, ótrúlega gaman að hlusta á okkur öll í dag og heyra allar þessar, ykkur allar, heyra allar þessar fallegu raddir og heyra þessar sögur aftur, rifja þær upp. Og til hamingju með þetta allt saman, til hamingju með 70-afmælið. Ég er sammála systur mín og þú ert svalasta manneskja sem við þekkjum og aldurinn hefur engin áhrif á það. Og til hamingju með ævintýrið, ég er búin að lesa það bara einu sinni, en ég á eftir að lesa það mörgu sinnum aftur, bæði einu og með börnunum mín, sem ég veist eitt dásamlegt við þessa bók. Og til hamingju með sýninguna uppi, ég langar að segja frá því að ég á eina af þessum kisumyndum, reyndar ekki þeim sem eru uppi, en ég á eina sem að, mín kisa er með svona einhvers konar risastóru laufblæði eða jurt sem að vex upp úr höfðinu á henni. Og þegar ég sá það þarna á sýningunni í Gerðbergi þá fjalli alveg fyrir þessu verki og mér langaði að eignast það. Þannig að ég spyr Dísu hvort ég með ekki kaupa það af henni. Og hún þarf alveg að hugsa þessi svolítið og kemur síðan með ákveðin skilyrði. Að ég verði semst að greiða henni einu sinni á ári á ákveðnum degi næstu 50 árin 1000 krónur. Og þetta, mér finnst gaman að segja þessa sögu vegna þess að mér finnst hún lýsa Dísu svo vel. Hún er, eins og margir segja, hún er göldrótt. Ég hef búin að sjá það mörg oft. En hún er líka svo ótrúlega fyndin og skemmtileg og það er svo mikill leikur alltaf í henni. Og já, svo mikill húmoristi og svo er hún líka góður vinur, svo traust vinkona. Og þessi vinátta er mér svo mikils virði og ég veit að það eru mjög margir hérna sem eru sammála því og bækurnar hennar eru djúpar og þær fjalla svo margt en meðal annars fjallar oft vinátu. Og þess vegna langaði mig að lesa upp úr fyrstu bókinni í þríleiknum, eða þrenningunni, frá ljósi til ljós og hún fjallar hana Rósu og bestu vinkonuna Lúnu og á þessum stað í bókinni er svona það bil að fara að draga til tíðinda í samböndum þeirra við bræðurna, brúnan og bláan. Nú set ég upp gleraugun. Ég þoli ekki ímyndunarveiki, sagði Lúna. Ekki frekar en ég, sagði Rósa. Aldrei hef ég til dæmis ímyndað mér neitt hvers vegna ég er höld. Vegna þess að það þýðir ekki neitt. Svona er ég bara, svona fæddist ég bara, sagði Lúna, en bætti því við að hún hefði nú samt ekki getað annað en hugsað sitt þegar augabrúnirnar uxu saman í fyrra og hún byrjaði að fá skeggið á efrivöruna. Já, hún hefði ekki getað annað en hugleitt hvort allt þetta gæti verið tilviljun og guð hvað henni brá þegar hún byrjaði að sjá allt fyrir sér í myndum sem hann langaði svo óstjórnlega til að mála. Gat þetta verið tilviljun þegar í því fólst svo furðulegt samræmi? Svo nákvæm samlíking. Nei, sú manneskja sem leit út eins og hún hlaut bara að vakna upp einn daginn með ærandi þörf til að mála heiminn. Það gat varla beðið hennar nokkuð annað í lífinu. Hún þurfti ekki endilega að heita Fríða Kahlo til þess að þetta yrðu örlög hennar. Nei, það er best að vera ekki að ímynda sér neitt það sem ekki er hægt að ímynda sér neitt sagði Rósa og gaf ekkert út á heltina, hárin og myndlistina. Henni fannst það í rauninni ekkert ósanngjarnt, svona einu sinni þótt þær litu ekki talið að hennum dularfullu tengslum þeirra Lúnu og Fríðu Kahlo. Hún sá líka að Lúna skildi hana, sá það á hreyfingunum,
Sá það á brosinu, sá það í augum hennar, augu sannrar vinkonu leyna engu. Heyrði það líka á þögninni sem fylgdu síðustu orðum hennar. Lúna vissi líka hvað klukkan sló, enda höfðu þær slegið öllu upp í kæruleysi og byrjaði að tala stráka. Mikið sem þær nutu þess alltaf að tala stráka. Stráka í leikfimi, stráka í sundi, stráka á hjóli, stráka í stuttbuxum, stráka í sólbaði, alls konar stráka, en sérstaklega 2, sérstaklega bræðurna. Þeir voru líka flottastir og þær höfðu oft njósnað þá á kvöldin. Ég stundum algjörlega að tryllast í þá, sagði Lúna. Segjum 2, sagði Rósa, og svo höfðu þær klætt sig í hlýjar peysur, læðst heim að húsinu þeirra, klifraði upp í eina tréð í hverfinu sem var einmitt fyrir utan gluggan þeirra, hort á þá hátta sig. Hort á það setjast á rúmin sín, snúa bökum saman, teygja úr sér, mæla vöðvana með málbandi, gera fáeinar æfingar með lóðum og stökkva síðan upp í rúmið. Ég fæ magan, sagði Lúna. Segjum 2, sagði Rósa. Þeir eru ótrúlegir. Hvað skildi þeim finnast okkur? Það bara þetta með skeggið, sagði Lúna. Skeggi skiptir engu máli. En heldin, hún skiptir engu, sagði Rósa. Hún skiptir Fríðu heldur aldrei máli, en hún hafði nú líka séns í alla. Þarna sérðu. En hún var líka svo falleg, sagði Lúna. Þú ert líka falleg, sagði Rósa. Og þú ert svo uppörvandi, Rósa, sagði Lúna. Og svo stukku þær niður úr trénu, kunnu orðið að leika ketti, sólarnir breyttust í þófa, þefskinni næmt, bragðskinni sætt og rennilegar hlupu þar heim á leið, stóðum stund við grindverki í myrkrinu og ræddu lágt bræðurna. Hvað þar sögðu hafði enginn geta hirt, ekki nokkur maður, ekki skynjari, enginn nema kannski englarnir, flugurnar og fiðrildin. Síðan kvöddust þær, fjallust í faðma í myrkrinu, föðmuðust fullar af sinni krefjandi náttúru og þegar Rósa horfði á eftir Lúnu hlaupa upp tröppurnar, fann hún að hún var heppin að eiga þennan vin. Takk fyrir. Þá komið að Kristrúnu Heimisdóttir. Gjörðu svo vel. Kæru vinir, ég leyfi mér að nota þetta orð af því að það er svo mikil vinátta sem að svífur hér salinn, gleði og hlýja og sérstaklega áhrifamikil orð. Ég var að hugsa þegar ég stóð hérna upp úr sætinu mínu að það hafa fallið hér og verið sögð svo sterk orð að mér líður næstu því eins og ég þurfi að stilla mig af, eins og ég standa á skíðum eða einhverju slíku, vegna þess að kraftur orðana sem hafa verið sögð hér, öll með tölu, er einhvern veginn einstök og óvenjuleg. Eitthvað sem mér finnst ég mjög sjaldan hafa upplifað. Ég er svo heppin að ég er guðmóðir, yngsta sérfræðings í fiskum sem uppi hefur verið á Íslandi og þó víðar verið leitað. Þetta er Philip Janus Pálsson. Og hann er núna í Djibouti og getur ekki samfagnað með mömmu sinni. En hann er hérna með Þórdísi, mömmu sinni, og ég er að reyna að horfa hérna upp í kvikmyndavélina sem er að setja alla þennan ótrúlega skemmtilega viðburð, senda þetta allalega til Djibouti í Afríku. Djibouti í Afríku. Og þarna sé ég og nú vinka ég og ég vona að þið sjáum mig og okkur öll og kannski myndu þið bara allir snúa ykkur og vinka þeim af því að þarna er fiskifræðingurinn mikli, mesti fiskifræðingur sem uppi hefur verið, svona ungur. Dásamlegur drengur sem ég er óskaplega stolt af að bera alla ábyrgð á hans kristilega uppeldi framvegis og ég mun leggja mig í líma, Vigdís, þú veist það, og gera allt sem ég get til þess að þetta verði sem allra best. Ég
mér var boðið að koma hingað og lesa, en ég ákvað að ég vildi heldur rifja upp og segja svolítið af sögu. Og þessi saga það er eiginlega ég sem er að rifja upp sjálfa mig þegar ég er 17-18 ára gömul og hún er algjörlega tengd hinum mikla höfundi, hinum ótrúlega ísbrjóti sem að afmælisbarnið er. Þannig er að þegar ég var í menntaskóla, var í stofunni í menntaskólanum í Reykjavík með öllum vinkonum mínum sem meira minna er allt núna listaspírur og stjórnar leikhúsum og eru menningarmanneskjur út allar trissur. Þá lásum við bók. Einhver fékk hann í jólagjöf, ég held jafnvel að við höfum allar fengið hann í jólagjöf. Og bókin er að sjálfsögðu, ég heiti Ísbjörg, ég er ljón. Og það er skemmst frá því að segja að þessi hópur okkar, við þessar stelpur og Bjössi bekkjabróðir sem var eini strákurinn sem var í bekknum, við lásum þessa bók og það var til þess að það var ekki annað talað, bókstaflega frá jólum og fram að stúdentsprófi. Og við börðumst við þessa bók, við lásum hana frá öllum mögulegum hliðum, við rifumst hana, og kjarni málsins er sá að fyrir okkur var þetta algjörlega eins og sprengja, einhvers konar vitundarleg sprengja, þessi bók. Við skildum ekki helminginn, sér maður seinna meir. Þó að við teldum okkur óskaplega gáfaðar og við vorum búin að læra latínu og við vorum búin að læra fransku og þýsku og 4 tungumál og við vorum búin að vera í sérstökum frábærum bókmenntakursi hjá Eiríki Heini Finnbogasyni sem sagði okkur að lesa Biblíuna og við lásum báðar sköpunarsögurnar í Biblíunni og fengum alveg nýja sýn á alla hluti. En sem sagt, þessi bók og þessi saga, hún bara var okkur einhvers konar áskorun sem er ógleymanleg. Og þetta er einn sterkasta upplifun mín frá öllum menntaskóla árunum og ég veit að þetta er bara eitt dæmi af þúsundum á Íslandi. Þessi bók hún bara hreinlega breytti þeim hæfni okkar Íslendinga til að hugsa vissa hluti. Og það kom allt síðan í kjölfarið. Auðvitað fórum við á leiksýninguna, hvað það var, 3 árum seinna, eitthvað svoleiðis eftir hún kom út. Og svo náttúrulega kom allt mögulegt í kjölfarið. Sjálf fór ég í lögfræði í Háskóla Íslands. Þar var ennþá verið að kenna jákvæðu hjúskaparskylduna. Ég ætla ekkert að segja meira hvað það inniber, en það var raunverulega í kennslubókunum. Það var raunverulega í kennslubókunum jákvæða hjúskaparskyldan sem konunum bæri að trúið þessu. 1990. Trúið þessu. En svona var þetta. Svona var þetta og þá langar mig til að bæta því við hvers konar framlag, hvers konar pólitískt framlag þetta var. Og það átti fyrir mér að liggja 25 árum síðar að gera útvarpsþætti með Ævari Kjartanssyni sem hétu Höfundar eigin lífs. Og það var í tilefni af kosningaréttarafmæli kvenna á Íslandi sem efnt var til þessarar dagskrárgerðar í Ríkisútvarpinu. Og þá var fyrsta manneskja sem ég talaði við og það var, hugmyndin var sú hjá mér að tala við sem flesta brautryðjendur í kvennabaráttu á Íslandi og draga það fram eða láta það koma fram í þáttunum hversu miklu þessar konur raunverulega allar urðu að fórna til þess að ná þessum árangri. Persónulegar fórnir svo margra þessara kvenna voru það sem að bjóð til árangurinn sem að við þessar yngri höfum notið góðs af. Og þá sagði þú allri þjóðinni sem hlustar ennþá á Rás 1 frá því hvers konar ofbeldi þú og þín fjölskylda, börnin þín, þurftu að sæta eftir útkomu þessara bókar.
Og svo frásögn svo sláandi að það eiginlega, maður mjög snortinn af því og eiginlega forviða þegar maður heyrir hana. Og hún ekki síður áhrifamikil þegar Þórdís, dóttir hennar sem upplifði þetta, segir söguna heldur en þú. Og ég vil bara segja þetta auðvitað hvað hugrekki þarf að vera mikið, vitið stórt og hæfileikinn til þess að beita orðunum með þessum hætti hvað það mikilvægt, hvað það óendanlega mikilvægt og hvernig það gerist ekkert án þess. Og þetta langaði mig til að segja í dag. En fyrst og fremst ég óskaplega glöð að fá að vera með og sendi óskaplega hlýjar kveðjur til Djibouti þó að það sé nú kalt á Íslandi og meira heldur en þar. Takk fyrir. Allra bestu þakkir, Kristrún, og þá komið að Sigurbjörgu Þrastardóttir. Gjörðu svo vel. Halló, ég ætla að fá einn sopa. Það sko að vera sí á seinni hlutan. Getur verið til kvöld, þetta svo geggjað. Það svo mikið happ hér og heiður að fá að vera í á þessari samkundu, á þessari samkomu hjá ykkur. Tróðfullt húsið. Til hamingju með afmælið ágúst. Til hamingju með bókina. Allt og takk fyrir allt. Ég vil segja það frá mér. Takk fyrir allt. Ég ætla ekki að tefja með neinum inngangi en ég ætla samt að segja úr hvaða bók. Ég að fara að lesa afsakið. Hún heitir Lendar elsku og svo bókin sem Kristín Ómarsdóttir sagði ílanga bókin sem hún minntist á áðan. Las eina línu úr og sem Berglind Sofía fjallaði svo nánar Þannig að hér bara bútur. Við ætlum að fá hér labbitúrinn í ljóð heima sem svona Í draumi stýrir seglskipi mínu andlitslaus maður. Ég sit nakin á borðstokknum, dreg brennandi fiska úr lokkirrum sjónum, kasta í græna fötu. Þeir breytast í orð. Iðandi þögul orð. Nótt eftir nótt held ég áfram að draga. Heyri þungt fótatak að baki mér, brakar í þiljum, hvín í reiða, skipið rekur. Ég held áfram að draga. Maðurinn lítur að mér, rödd hans án hljóms, leitaðu sléttunar löngu. Og hann hverfur í gagnsæja ölduna. Það gnauða haustlauf og vindar og ég sem reikaði spegilfægðan turn efans, reika þar enn. Reikaði. Stund hélt ég mig undir nýju tungli. Stund hélt ég rödd mína vera rödd hinnar dauðu. En það var blekking. Það blekking. Ég hér núna og leita sléttunar löngu. Ekkert nema leit mín. Ekkert nema núna. Það gnauða haustlauf og vindar og ég man þegar gamall maður rétti mér ljóðsýn og blóm og ég þáði. Bar þau að vörum mínum og fann þau bráðna á tungunni, fann þau vefjast hjarta mitt. Núna berast þau með blóðinu. Núna brýtur hversdagsleg rödd mín sér leið gegnum múrvegg draumsins, ryðst inn í skipið svo hriktir í stóðunum. Og hún hrópar og krefst svars og hrópar, hvar þessi slétta? Hvar á ég að leita? Og glerlit aldan þeytir svari draumsins í opin augum mín. Leitaðu sléttunar löngu, leitaðu núna. Og ég horfi á drauminn sigla inn í eilífur skýið og ég ein með svarið og ráðvillta vökuna. Hann skilur mig eina eftir með svarið og ráðvillta vökuna. Ekkert var, ekkert eins og áður. Og í ljósi og myrkri horfi ég á börnin mín,
sofa og vaka og sofna og vakna og ég finn hvernig þau strjúka ást sinni yfir máttvana hendur mínar og augu, strjúka yfir líf mitt, strjúka, læsa, strjúka. Allt reikul vísan á eitthvað sem var. Svarið brennur í líkama mínum. Logar í draumstyggum augunum, þýtur í gráum dögum og rauðri nótt í söngvum fuglanna í garðinum, tifi klukkunar á veggnum, brúnum skóm krakkana, bleikri tungu elskuga míns, báli atlótana í hverju fótspori mínu. Leitaðu sléttunar löngu. Hvar sem ég kem, hvar sem ég mun koma, leitaðu, leitaðu, leitaðu. Og bráðum gera fyrirboðarnir vart við sig, bráðum heldtaka fyrirboðarnir öll áform mín og ætlanir. Ég vænti fyrirboðana við ströndina, velti silfruðum steinum milli blárra fingrana, horfi á andadrátt minn hrímgast í gulum sandinum, andlit mitt ögra tímanum í löðrinu. Ögra, ögra, ögra. Ég vænti fyrirboðana við veginn, úr hvítfissandi mekkinum hefur grænn hestur sig til flugs og ræðist til atlögu við herklædda drauga sem ríða skýlaust loftið með blóðugt þang á gullnum sverðum. Ríða, ríða, ríða. Og ég sé röddina splundrast úr stjörnunum, úr hverri stjörnu. Ég vænti fyrirboðana allstaðar. Röddin splundrast úr hverri stjörnu, þú þarfnast engra sína. Þú þarfnast engra sannana, haltu af stað núna, horfðu aldrei tilbaka, leitaðu. Allt reikulvísan á eitthvað sem er. Kveð börn mínum nótt, strík höndum mínum vanga þeirra, strík lífi mínu líkama þeirra, kveð börn mín nótt, hvítur himinn, auð jörð, kem aftur morgnar. Læsi höndum mínum vanga þeirra, læsi lífi mínu líkama þeirra, kem aftur morgnar, hvítur himinn, auð jörð. Kveiki á hvítum kertum, í gullnum stjökum, raða í kringum rúm elskuga míns, renni fingrunum gegnum logana, sveipa ástminni hár hans, enni hans, munn hans, brjóst hans, lim hans, sveipa ástminni líf hans, sveipa hann kveðju minni, lífi mínu. Legg af stað, allt undir gömlu tungli, beinin ljóma ekki undir fótum mínum, skína ekki í þessari jörð, hvítur himinn, auð jörð, nóttin að baki, nóttin framundan, dagurinn að baki, dagurinn framundan. Takk hérlega fyrir. Þá það Þóra Sigríður Ingólfsdóttir. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Alltaf gaman að vera svona síðastur. Allir alveg að sofna. En elsku Vigdís, ágætast... Ég vek ykkur, koma svo. Elsku Vigdís, ágætast samkoma. Þegar Guðrún Steinþórsdóttir óskaði eftir við mig í september síðastliðnum að ég segði nokkur orð Dísu sögu á þessum viðburði í tilefni af afmæli Vigdísar Gríms í sumar, þá runnu á mig að minnsta kosti 2 grímur. Því ég er löngu hætt að þykjast vera bókmenntafræðingur, hvað þá að halda bókmenntafyrirlestra, en það fer alltaf einhver hryllilegur kvíðahrollur ef ég held ég hef eitthvað gáfuleg. En jú, við vorum að tala hana Vigdísi Gríms, frábæru, dýrmætu Vigdísi Gríms, vinkonu mína, svo ég slæ til og takk fyrir að bjóða mér. Hvað segiru, spurði ég Guðrúnu, eru efnistökin ekki alveg frjáls? Jú, alveg frjáls, svaraði Guðrún, 10 mínútur í mesta lagi korter. Og ég las Dísu sögu aftur og ég sá svo miklu meira í henni núna en fyrir 10 árum. Þvílík bók og þá persónurnar sem eru jú Dísa, kennitala 1508535919 og Gríms, kennitala 1207635919 og þá Kísi, kennitalar óþekkt. En hann er elskuginn og gagnrýnandinn og allt annað sem hann gæti verið.
og Dísa skrifar bókina sem langt bréf til Kisa. Og svo eru það allar hinar persónurnar. Allt frá Gunnsteini Gíslasyni á Ströndum til Kevins Costners í Hollywood. Því Dísa gefur svo mörgum pláss í bókinni sinni og gerir það svo óskaplega fallega. Dísa er þarna samkvæmt kennitölu 60 og sællar minningar 70 nú í sumar, en Gríms er 10 árum yngri, því hún fæddist, eða eigum að segja reis upp í miðri lifandi martröð þegar fjandinn sjálfur og afkvæmi hans réðust á 10 ára stúlkubarn í skúr og tæmdu gleðina og traustið úr barnslegu brjósti hennar. Gríms verður til og kemur til bjargar, en tekur allt frá því yfir líf og kropp Dísu, sem fara að húka í hólu meira og minna, allt þar til henni hleypt út til að skrifa bókina. Og hún fara 2 mánuði til þess og gerir það með glans norður á Ströndum og úr þessu verður þessi undraverða bók, Dísu saga, konan með gulu töskuna. Og eftir lesturinn þá fletti ég flottu bókina hennar Guðrúnar Steinþórsdóttur. Ég verð að fá sína hana ef þið hafið ekki séð hana, hún er svo geggjuð og þetta er fallegasta kápan. Hún heitir Raunveruleiki hugans er ævintýri og undirtitillinn valdarsögur Vigdísar Gríms, einkenni þeirra og viðtökur. Og kaflinn Dísu sögu heitir Samkynhneigðskonur í sama kroppi, í sama höfði, í sama blóði, samband Dísu og Gríms í Dísu sögu, neðanmáls, blaðsíða 381 til 447. Og mikið var þetta flottur kafli og góð greining og þessa bók ættu allir að lesa. Þess vegna ætla ég ekki að halda neitt bókmyndafyrirlestur Dísu sögu því að Guðrún er búin að gera það svo óskaplega vel, fyrir utan náttúrulega það að það væri ekki hægt að gera það á korteri, hvað þá 10 mínútum. Ég langar heldur innblásin af Dísu sögu og kannski sjálfhverfara lagi, þið verða að fyrirgefa það að minni hálfu, að nota tíma til þess að tala eins upplifun mína með Vigdísi. Dísu saga er sem sagt tileinkuð mér. Og sjaldan hefur nokkuð manneskja verið jafn grútmontin af tileinkun. Þvílík gjöf. Í hvers skipti sem ég rekst á bókina, sem gerist merkilega oft á bókasöfnum heima hjá fólki og nú síðast á Heilsuhælinni í Hveragerði, þá bara stenst ég ekki mátið að opna hana og dásta tileinkuninni. Ég bara ræði ekki við mig. Og hún er svona. Bókin er tileinkuð Þóru Sigríði Ingólfsdóttur sem með mildum hætti opnaði augu beggja höfundana fyrir einfaldleikanum eina vornótt í Hlíðunum fyrir 2 árum. Og nú ætlum ég að grípa aðeins niður í bókina, lesa aðeins hérna og það er náttúrulega auðvitað kaflinn mig. Er þetta ekki allt mig hérna? Kæri Kísi, konan með gulu töskuna er fyrst og fremst skrifið handa þér og fyrir þig eins og nú er orðið meira en greinilegt. En þeir eru búin að endurtaka það svona 1000 sinnum. En eins og þú sérð þá tileinka ég þér ekki bókina heldur Þóru Sigríði Ingólfsdóttur. Hver hún sé. Æ, þú þekkir hana, verð ekki með þessi látalæti, þú þarft þess ekki. Ég sá að þú gafst þig á tal við hana í einhverju útgáfuboðinu hjá JPVF. Mér fannst vænt hvað fór vel á með ykkur, þótt Gríms hafi ekki verið neitt yfir sig hrifin, en það var hann þó alveg að detta út af vinsældalistanum. Ég hoppa hans yfir. Jæja þá, ég tileinka Þóru Sigríði bókina vegna þess að hún gerði sér lítið fyrir eina vornótt í fyrra, með einlagnina eina að vopni og dálítið hvítvín líka. Mér minni meira að segja að það hefði verið uppáhalds hvítvínnið þitt og talaði svo hreint út við hana Svörtu Gríms að hún hreinlega misti máttinn og hlekkir hennar brustu. Og þá gerðist það sem gerist stundum þegar hún missi tökin sem er því miður allt og sjaldan að ég slapp óbeisluð út úr hólinu minni þar sem ég hefði dvalið langt völum veturinn. Já, Kissi, ég slapp út svipa leyti og hvítvínið að fara að leka niður vitin á Gríms. Stundum getur nú alkohólisminn bjarga málunum. Og ég tók plássið hennar þarna á mótinni Þóru Sigríði við eldhúsborðið í Hlíðunum. Samtal okkar Þóru hefði getað hljómað einhvern veginn svona en auðvitað neyðist til að endurgera það dálítið af því að minni hrekkur ekki alveg nákvæmlega til. Komdu sæl, Dísa heiti ég, sagði ég. Blessuð, sagði Þóra. Gaman að sjá þig, sagði ég. Og þá þig, sagði Þóra. Hún er búin á því, sagði ég. Hver er búin á því, sagði Þóra. Nei, ég segi bara svona, sagði ég. Það er alveg greinilegt, sagði Þóra. Og nú er ég komin hingað, sagði ég. Það er bara svona, sagði Þóra. Þú hefur orðið vitni af umskiptum, sagði ég. Er þetta nýjasta Kafka-leikritið, sagði Þóra. Næstum því, sagði ég. Og hvað hefur þú að segja, sagði Þóra. Já, það er nú margt og mikið, sagði ég. Viltu þá ekki skella þér af stað, sagði Þóra. Og þannig gerist það að vanmáttur Gríms, sem hún hefur aldrei viðurkennt sjálf, gaf mér tækifæri til þess að eiga þessa nótt með Þóru, sem hélt sjálfsagt að á mótinni sæti Gríms sérlega ólík sjálfri sér
og í einhverju allsherjar uppnámi eftir ótæpilegt vinsullið, ég skal ekki segja. Ég hef aldrei fengið tækifæri til að spyrja Þóru hvað hann var að hugsa þarna nóttina og veistu Kísi, ég ætla mér ekki að gera það. Það er nefnilega þannig að það ekki margir sem koma í heimsókn til þústarinnar og fá hann alltaf að segja eitthvað sannleik sjálfa sig. Hún snýr alltaf hlutunum við, spyr spurningana, tekst að veiða svörin, passa sig á að gefa alls ekkert sjálf. Það virkar sem engin beita á hana, leyndarmálin sem að gera hana vitlausa og hafa alltaf verið að gera hana vitlausa skal hún varðveita með sverði, skildi og blóði ef því að skipta. Og hvað myndi líka gerast ef menn áttuðu sig á henni? Jú, það jafngildir mannársmissi að vera maður sjálfur. Já, ég tileinka sem sé henni Þóru Sigríði fyrstu bókina mína vegna þess að hún vakti mig svo alveglega til lífsins, birtunar og baráttunar, að eftir nóttina með henni reyndist það grímsþrautinni þyngra að hefta mig og mannréttindabaráttu mína. Ég sagði Þóru allt sem ég lá á hjarta og hvatti hún mig til skriftana og hafi einhver sagt út vil ek af jafnmiklum styrk og einbeitingu og Snorri Sturluson forðum, þá var þá hún Dísa Gríms þessa frelsisspott. Og ég ætla nú ekki að fara að tala það hvað ég var að hugsa þessa nótt úr því þú spurðir ekki, en ég man eftir henni. Ég get hins vegar skýrt af hverju Kafka kom við sögu. Það er bara þannig að ég segi alltaf það sama, ég verði eitthvað ringluð eða kem ekki kringumstæðunum heim og saman, og segi alltaf annað að tvennu. Ok, er ég dottin inn í Kafka? Eða þá er þetta nýjasta Harold Pinter leikritið. Þarna hefur hvítvíni slegið þessu saman í eitt gott Kafka leikrit. Nei, ég ætla ekki að fara út í það hvað ég hugsaði þessa nótt, en það hefur örugglega verið á sömu nótum og ég hef alltaf hugsað nálægt Vigdísi Gríms. Mikið er nú alltaf gaman að vera nálægt þessari konu, sem er svo ljónheppin að fá að kynnast og vinna með sumarið góða á forlaginu. Mikið skratt er hún skemmtileg. Mikið er hún gáfuleg og fyndin og góð og mikið er hún skemmtilega skrítin. Og það sem hún getur koman alltaf á óvart og fengið mann til að hugsa, þó maður hafi alls ekkert ætlað sér að hugsa nokkuð skapaðan hlut. Og það stendur aldrei á hvatningarorðunum frá þessari dásamdarna mannesku sem er sífellt að segja mann að skrifa. Í einu bréfinu segir hún til mín, ég held að eina leiðin til að komast inn í þetta, inn í kjarnan, inn í hjarta, sé að skrifa það. Skrifaðu til að skilja eldinn, skrifaðu til að varðveita hann innra með þér. Hún hefur verið óþreytandi hvatningamanneskja, þótt maður skrifaði aldrei neitt nema kannski einhverjar hundleiðilegar skýrslur. Og ég hef örugglega hugsað þessa nótt, mikið er nú gott að þekkja mannesku sem sér, því hún sér meira en flestir aðrir. Mannesku sem leyfir mann að koma í heimsókn á strandir, sem gefur manni málverk, sem fær mann í langt viðtal sjálfa sig í útvarpi allra landsmanna þó maður tæli sig ekki á nokkuð skapaðan hlut að segja, sem lýkur bréfum sínum eilíflega á ást, ást í ýmsum búningi og hér koma sýnishorn sem að kannski vinir kannast við, ást í bala. Ást í gulum sokkum, ást í svona gulum regnhatti, ást í röndóttum sokk, ást í hálftuskulegum skóm, ást í röndóttum þvottapoka. Ég geti haldið lengi áfram en korteri mitt líður. Ég hef geymt bréf frá Vigdísi og fært þau á milli tölva í gegnum tíðina og þau eru algjör fjársjóður. Eini vandinn er að ég hef gleymt að geyma minn eigin bréf svo ég verði að lesa þau á milli línana. En sumarið á forlaginu hafði ég hellt úr hafði ég hellt í sorgarpokan harmsögu ævi minnar erfiða reynslu barneskunnar þegar ég var 7 ára sumarlangt í vondri sveit og það var reynsla sem ég var yfirleitt ekkert að tala hún bara datt einhvern veginn upp úr mér og ofan í pokan hennar Vigdísar, en Vigdís var þá að undirbúa viðtalsþætti við annan mann fyrir RÚV og vildi gera mig að viðmælanda í þeim. Ég hef greinilega spurt hana í einhverju bréfi þarna í september 2005 hvort það sé ekki allt í lagi með hana. Og þá svarar hún, nei, það er alls ekkert allt í lagi með mig, en það er allt önnur saga. Ég var annars að fá ný glerugu og mikið fjandi er gaman að sjá hvað ég mista miklu. Furðulegt. Og þegar ég loksins látið til leiðast þá segir hún, hæ elskan, stundum vildi ég væri með klær úr silfri eða þannig, stáli kannski frekar, nema hvað, ég er svo happy að þú hefur loksins látið til leiðast að tala sveitasæluna. Verður ekki bráðan til ég að tjúta frá þér sögum úr sveitinni í hljóðnema. Og hvað sagði svo mamma þín? Já, ég veit að ég er með leiðilegra móti, en nú ert þú komið frá London og svona, þannig að þú lætur bara svo takir ekki eftir frekinni. Ást í röndóttum þvottapoka. Og úr var þessi fíni þáttur og ég hef ekkert verið að hugsa mikið þessa harmsögu síðan. En
Aftur á Dísusögu, við endurlestur bókarinnar sem er meðal annars mikill ástaróður til Árneshrepps á Ströndum, þar sem bókin er skrifuð, þá þustu fram líka svona ljóslifandi minningar í hausinn á mér. Ég var nefnilega svo heppin að fá að koma í heimsókn til þeirra Vigdísar og Maríu og gista hjá þeim hérna nokkra nætur. Ég flaug á Gjögur og þegar vélin lenti var ég ávörpuð beint af flugstjóranum. Kæri farþegi, velkomin til Gjögurs. Mér leið bara alveg eins og ég væri forsetinn sjálfur. Og þarna voru þær komnar að sækja mig þær Vigdís og María, svona líka áferða fallegar báðar tvær og örugglega búnar að kjafta rosalega mikið við starfsmanninn á flugvellinum. Ég man hvað ég var yfirkomin af duglegri fegurðina á þessum stað og mér fannst ég bara beinlínis breytast í álf leið og ég lenti þarna. Ég man að við kjöftum fram á nótt en ég man ekki nákvæmlega hvað. Það er bara eitt sem ég man skýrt og greinilega frá þessari nótt. Og það var það að María sagði mér, þegar ég var að hnýsast í stjörnulíf fortíðarinnar, að Frank Sinatra hefði verið svo lágvaxinn að hann geta hlaupið á milli fóta hennar áðan svo hann tæki eftir því. Og ég fekk svo skýra mynd í hausinn á mér, á honum Frank Sinatra, hlaupa á milli langra leggja Maríu í kóktelboði, að hún bara bókstaflega festist í mér. En Dísa, hún minnist oft á Eddubúð í bókinni sinni og segir það bestu búð í heimi. Ég gerist nú svo fræg að koma í þessa búð með þeim stöllum á meðan dvölinni stóð og ég get alveg staðfest að þetta var engin venjuleg búð. Hún var pínu lítil á borgarbassins mælikvarða en inn í henni rúmaðist hvort tveggja verslunarmiðstöð og ráðstefnusalur. Því að það var bókstaflega allt til í búðinni og þarna sat fullt af fólki á bekk, minni mig, og upphófst mikið hrafnaþing þegar við mættum. Og meðan að ég álfaðist búðina og gramsaði fristinu með augunum og dáðist á úrvalinu, bjúgum og kæfum og lærum og pizzum, fór fram einhvers konar ráðstefna og líflegar voru umræðurnar. En svo fórum við heim og ég man að María bjó til bestu gulrótasúpu í heimi. Það voru töfrandi tími. En eins og ég hef nefnt þá hófst vinátt okkar Vigdísar við unnum saman á forlaginu Sumarið góða fyrir næstum 2 áratugum. Og það var svo miklu skemmtilegra forlagssumar en mörg önnur. Ég eignaðist nýjan vin og ég lærði svo mikið af Vigdísi og ekki síst, ég sá og fékk líka að sjást. Og ég lærði að það er ekki bara 2 hliðar á hverju máli, heldur að lágmarki 6. Og þegar dóttir mín sem þá var barn kom í heimsókn, þá voru þær eitthvað að krunka saman út í horni og ég komst að því síðar að Vigdís hafi kennt henni að sparka í rassinn á fólki án þess að það fattaði hver gerði það. En af því að þetta er alveg sett, þetta er eitthvað svona. En af því að korterið er raketta sem er sprungin og tíminn er eins og Vigdís skrifaði í einhverju bréfinu til mín, andskotans stýrifantur. Þá langar mig að segja í lokum takk fyrir skáldskapinn og gleðskapinn og vinskapinn og takk fyrir bestu spakmæli í heimi. Það eina sem skiptir máli er að elska. Takk fyrir þig. Hjartans þakki fyrir, þetta var alveg dásamlegt. Þetta er ekki alveg búið, því nú ætlar aðalstjarnan, Vigdís, að lesa fyrir okkur úr ævintýrinu. Gjörðu svo vel. Hvernig haldið þið í veröldin? Hæ, krakkar í Afríku. Og Filip Jannis og Vigdís og Palla og Tóta. Kannski hún sé með ykkur Rakel. Hæ líka, Rakel. Hvernig haldið að maður geti talað eftir svona? Dísa mín, hérna er vatn líka. Svo auðvitað segir hún, Dísa mín, hérna er vatn. Hvað þá lesið? Ég er svo fegin. Ég hef ekki sérstaklega gott minni. En ég man eftir því að þarna sem hún Þóra er að tala að ég kenndi Rannveigu, dóttur hennar, að sparka í fólk. Og ég mér langar rosalega til þess að ef ég gæti það núna, ég náttúrulega hölt á þessum fæti sem ég notaði þá,
En það væri gaman að sýna ykkur að komdu Þóra. Og maður gerir þetta líka til að þakka fyrir sig. Hver var að sparka? Þú ert það stór. Og þá sagði, hver var að sparka? En svona þakkum við fyrir okkur. Ég þakka innilega fyrir samveruna og fyrir öll fallegu orðin. Þetta er ljóðabók sem heitir Öll fallegu orðin. Þetta er Lindu Vilhjálms. Ég vildi kynna hann utan að ég kann sumt í henni, það passar ekki alveg. En ykkar orð voru ekki síðri. Og ég kann enga brandara eða neitt núna. Ég hef einu sinni kunnað brandara. Það var mann sem hitti annan mann. Og hann sagði, hvað? Þá næstu við þetta sko, það var miklu betra. Það hittust á horninu. Þeir hittust á horninu sko. En þetta er sem sagt nýja bóki mín sem ég hvet ykkur eindregið, núna verð ég að gera þetta. Þó missi það kannski þvertungeið eða þannig. En sem ég hvet ykkur eindregið til að lesa og kaupa festirna. Áður en farið upp að kíkja á kisurnar. Og ég vildi ætti eitthvað miklu skemmtilegra og betra að segja en ég hef þegar sagt. En á ekki að lesa, já við getum náttúrulega bara lokað og klárað hana. Hún er ekkert löng bókin. Ég les hana bara fyrir Jáni og Sigga verður nú ekkert ánum með það sko. Ég fyrir að lesa allir bókina. Það hefur gerst að maður les heila bók. Heyrðu ekkert í mér? Já, ok. Ég ætla að lesa sem sagt bók, hún fjallar fyrst og síðast vináttu. Ólíkra tegunda. Annar með kalt blóð og hinn með heitt. Annar með tálkn og hinn með lungu. Annar með sporð og hinn með fót. Annar með roð og hinn með húð. Og þetta er allt satt. Þess vegna heitir þetta ævintýrið. Því þó það kannski hljómi þannig fyrir mörgum sem lesa bókina að svona gæti ekki gerst. Það hefur það eiginlega allt saman gerst. Og það er ekki lygi. Þó Ásta Björk, vinkonu mín sem að byrjaði þetta segi að ég sé lygari. Og hafi það. En ég ætla að lesa hérna, ég skal ekki lesa mjög lengi, 30. kafla á blaðsíðu 98 sem heitir Yndislegi maðurinn. Og þeir eru að ferðast vinirnir, fiskur og drengur með gamalli konu og hún bað aðeins að bíða því hún þurfti að eiga nokkur orð við yndislegan mann áður en hún hitti son sinn og afhenti honum pokann. Og þá kemur kaflinn Yndislegi maðurinn. Vinirnir komu fljótlega auga á yndislega manninn sem gamla konan þurfti að tala við. Sá var eldgamall og sat í breiðum, mosagrænum hægindastól upp við grjótvegginn spölkorn frá hreysi sonar hennar. Hann studdi sig fram á stafinn sinn og horfði á þau undan afar loðnum augabrúnum. Gamla konan staðnæmdist hjá honum. Hún setti síðan mjúklega á annan stólarminn, hallaði sér að honum, hvíslaði eitthvað í eyrans og kyssti hann á ennið, kinnarnar og munnin. Blessaður vertu, elskan mín, sagði hún lágt. Blessu vert þú, vina, og þú bara sestur í draumastólinn. Já, loksins, það var nú komið tími til.
Það gleður mig. Hann er mjúkur. Þú varst heppin að finna mjúkan stól. Hann datt ofan af flutningabíl og ég hirti hann. Stóllinn er fallegur og hann fer þér svo vel. Þú varst búin að segja ég fengi stól, vina mín. Þú hafðir rétt fyrir þér. Þú þurftir að setjast í helgan stein og þú átti skilið að eignast fallegan stól, elskan mín, sagði hún. Ég er svo hamingjusöm fyrir þína hönd og ég er viss að drengirni hérna eru það líka. Já, þetta er fallegur stól, svaraði bara í síma. Ég býð bara. Er þetta þinn símisika? Það heyrist í honum, sko, þó þú situr á honum. Það er allt í lagi að þetta er bara... Heyrið í mér. Já, þar fór Sigga. Já, þetta er fallegur stól, sögðu vinirnir, þótt þeim fyndist það alls ekki, en spurði síðan helgasteinin, sem þeir skildu ekki alveg hvers vegna gamli maðurinn þurfti að setjast í. Er stóllinn kallaður helgur stein? Nei, drengir minn, ekki beinlínis. Staðreyndin er sú að ég er orðinn svo gamall að ég get ekki gengið. Fætur mínir eru vita máttlausir og halda mér ekki uppi. Þess vegna gat ég ekki unnið lengur. Þess vegna er vel hægt að kalla stólinn minn helgan stein. Þess vegna bý ég í stólnum mínum. Þess vegna er hann bæði stóllinn minn og húsið mitt og allt sem mig dreymdi að eignast. Þess vegna stend ég aldrei upp. Heldur nýt þess að sitja og vaka og sofa og borða og hugsa og muna. Og þetta ger ég allt á einum og sama staðnum. Þess vegna er ég þakklátur fyrir stólinn. Þess vegna líður mér vel. Þess vegna er ég sáttur við að gamla konan mín sé förukona. Og ég sjá hann ekki nema stöku sinnum af því að við komumst ekki bæði fyrir í stólnum. Þess vegna hefur ást okkar ekki dofnað af því að við hittumst svo sjaldan. Þess vegna er hvert skipti sem ég hitt hana bæði hátíðarstund og helgistund og þess vegna er stóllinn minn helgistóll. Ég skil ekkert í því sem maðurinn er að segja, hvíslaði drengur. Ég er ekki viss hann skilði það nú sjálfur, hvíslaði vinur hans. Hættið að hvísla, það er ykkur ekki sæmandi. Nú skuliði kveðja ástina mína, sagði gamla konan og þeir gerðu það og vonuðu að ástin hennar héldi áfram að líða svona vel í stólnum sínum. Hvar pissar maðurinn? Spurði drengur. Og hvar kúkar hann? Hvíslaði vinur hans. Það er gat í hægindasessunni sem sonur minn hannaði. Það sést ekki af því hann er með teppi yfir sér, svaraði gamla konan. Er hann maðurinn þinn í alvöru? Spurði vinur drengs. Hann er faðir drengsins míns og hann er ástin mín. Sonur okkar er eina barnið mitt. Dætur hans, ömmustelpurnar okkar, hreinsa í kringum afa sinn og undan honum á hverjum degi. Þær vanda til verka og sinna þjónustunni við hann af alúð. Á meðan þær þrífa segir hann þeim sögur eða syngur fyrir þær svo þeim leiðist ekki og þá finna þær líka síður lyktina. Svaraði gamla konan og benti
vinunum á að nema staðar. Þeir gerðu það og ég gerði það. Ég þakka ykkur innilega fyrir. Á maður ekki að hneigja sig? Á ekki að hneigja sig? Tók þessi það. Hefur ekki að setjast. Báða með staf. Bless krakkar í Afríku. Takk fyrir æðislegan upplestur og takk allir fyrir komuna. Kíkið upp á sýninguna.